Já, komið þið sæl og verið velkomin í þennan þátt að Lykkjufallinu. Hún Tinna ennþá á fullu í náminu, þannig að ég fekk til minn hérna frábæran gest sem ég hef búin að vera ógeðslega spennt að fá í viðtal. Og það enginn Hera hjá Flóð og Fjöru. Vertu velkomin. Yes, takk fyrir. Kæra þakkir fyrir að bjóða mér. Og bara takk fyrir að koma og gefa þér tíma til að koma og spjalla. Ég mani mitt sko, bara þegar ég sá þig fyrst á Instagram. Finnst þú svo, að því, sko, þegar ég hugsa prjón, þá hugsa ég bara svona ótrúlega svona, bara cozy, svona eins og danska orðið hyggi. Og það bara akkurat svona orkan sem ég fæ úr þínu Instagrami. Mér finnst þú svo Gaman að heyra. Já, mér finnst þú svo skemmtileg og bara svona að því, þú ert ekki bara prjóna. Nei. Þú ert að gera öðruvísi. Og viltu kannski fyrir þá sem að ekki vita hvað Flóð og Fjara er? Já. Þú kannski segja í stuttumáli? Einmitt, sko, Flóð og Fjara er sko upphaflega bara hugmynd, svona bara eins og margir byrjað, svona Instagram sem að ég var bara að deila mest svona makrame sem ég var að gera. Ég var bara að hnýta og var að hnýta fyrir vini og vandamenn og gefa gjafir og taka við svona kannski smá sérpöntunum og eitthvað. Og svo langaði mig bara að fara að, posta myndum af því og halda svona utan það, svona eins konar dagbók. Og svo fór ég bara að setja inn fleira dót sem ég hafi gert, bara alls konar sem ég hafi heklað og prjónað og eitthvað svona. Og svo, en í rauninni, og þegar þetta byrjaði þá var ég auðvitað ég var í veikindaleyfi en var alltaf með svona gól hvert þetta var að fara. Þannig að, og það sem ég langaði alltaf að þetta væri svona hálfgerð svona fullorðins félagsmiðstöð, svona staður fyrir fólk til að koma og gera handavinnu eða einhvern veginn vera saman, nærast í gegnum handavinnuna og þetta eins og þið voru að tala í síðasta þætti með svona, hvað það gerir gott fyrir andan og sálina og bæði svona handavinnan sjálf og líka samveran. Og ég var kannski líka með alltaf í bakhöndinu að hafa þetta námskeið, þannig að Flóð og Fjara er í rauninni í dag verslun og námskeiðsstaður og svona eitthvað svona samfélag finnst mér. Og það er rosalega margir sem koma náttúrulega aftur í búðina að versla sem hafa komið á námskeið og eru þá að kaupa sér meira og segja mér hvað þau eru búin að vera að gera og stundum tillaðu sér í sófan og við tökum smá spjall. Og ég fer með námskeið líka út allt á vinnustæði eða í stéttarfélögu, starfsmannafélögu, út á land. Þannig að Flóð og Fjara er heldur ekki eitthvað svona bundin í einhver steypu. Með vefverslu líka og allt það. En aðalega er þetta bara svona skapandi staður en svo auðvitað þarf að vera eitthvað svona þak og einhver rammi þannig að þetta er búð og ég býð upp á fyllta námskeiðum þannig að Já, og svona, ég er búin að sjá að mjög mismunandi námskeið og líka fyrir bæði fullorðna og fyrir börn. Já. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Eru börnin duglega að koma? Já, mjög. Já. Og sko, það er líka bara því að svona reynslan mín er af starfi með börnum rosalega mikið og ungmennum og þannig að mér fannst bara ótrúlega auðvelt að bæta því við. Ég byrjaði með námskeið fyrir fullorðna, svo var ég bara eitthvað að hugsa sumrin og eitthvað svona bara er ekki tilvalið að hafa námskeið líka fyrir börn og svo í páskafríi og vetrarfríi og þessu svona þegar það þarf kannski að koma þessum krökkum einhvers staðar fyrir. Já. Og ef að foreldrarnir hafi ekki ráð á að vera að fara eitthvað út á landi eða eitthvað og allt það. Þannig að mér fannst bara, ég á auðvelt með að bara vera með hópa af öllum aldurshópum og einhvern veginn, og mér finnst bókslega gaman að kenna þeim. Þau eru ógeðslega snögg að læra. Já. Oft miklu fljótari og bara hvað næst? Hvað erum við að fara að gera núna? Og ég bara eitthvað svona með bara hálftími í liðina og 3 tíma námskeiði og og akkurat öfugt bara með mjög marga fullorðna, ná ekki að klára og að því að þá er
komið svo miklu meira svona hugmyndir fullkomleika og útlit og í staðin fyrir að bara gera og finnast gaman og vera ekkert að pæla, þú veist. Einmitt. Vákvæði ég geti einmitt ímyndað með það. Já. Ef ég fari, ég held nefnilega, ef ég myndi fara á svona námskeið að læra allir með makrami, ég var nefnilega mjög nálægt í að bóka maður námskeið þegar síðasta haust. En þannig þegar þú varst með að margt að koma með eitthvað svona og gera svona vegg stofu, hvað mér langaði að fara á það. En ég ofhugsaði rosalega og sá fyrir mér að ég myndi vera bara eitthvað svona, ég vil fyrst sjá hvað hinn að gera áður en ég get byrjað. Einmitt, og þú veist, á námskeiðunum, eins og á makrami námskeiðunum, þegar við erum að gera makrami vegghengi, ég er ekki með neina uppskrift. Nei. Og margir alveg bara svona frjósa í sætinu, bara þegar ég segi það síðan, en síðan þegar við leggjum á stað og auðvitað er ég með fullt af svona sambærilegum verkum og þau eru að fara að vinna á námskeiðinu, þannig að þau geta svona hermt eða tekið svona innblástur. Og það bara kemur aldrei að sök, þú veist, það bara, ég held, þú veist, það gefur í rauninni bara miklu meira, fólk fær svona sitt eigið verk og ég er náttúrulega bara mjög hvetjandi í að, þú veist, pröfa sig áfram, en svo er líka bara alveg guð velkomið að bara herma algjörlega eftir einhverju. Sumir vilja það bara, vilja ramman og þú sérstaklega þau ert að gera eitthvað í fyrst skipti. Já. Og það er líka bara allt í lagi, þú veist, að bara einhvern veginn. Þannig þetta er alls konar. Já, einmitt. Fólk er náttúrulega svo misjöfn. Og bæði, já, maður einstaklingar er svo mismundur líka kannski, það fyrir eftir, eins og nú er ég svo vön að prjóna. Og mér finnst ekkert mál að pröfa bara að gera eitthvað munstur, en ef ég ætla að fara að pröfa að gera eitthvað nýtt, þá kannski er maður meira svona fastur í, því maður kannski þekkir það ekki eins og vel. Akkurat. Þannig, en já, gaman að krakka þarna samt. Maður er að hugsa þegar maður var barn og var að læra, þá einhvern veginn var maður ekkert að hugsa einhverju lítasamningu eða hvernig... Nei, sumir er alveg með mjög sterkar skoðanir hvaða liti passa saman og hvaða liti þau vilja vinna með. Aðrir bara grípa bara eitthvað og gera bara eitthvað og og úr verður bara eitthvað geggjað hjá báðum einhvern veginn en báðum þessum típum og sum eru auðvitað mjög vinna hægt og eru auðvitað, það er ekki öll svona eins og ég er lýsa, sum bara vilja gera rosalega vel og eru alveg með fullkomna áratu eða eitthvað svona í þá átt og það er líka bara að ég er alltaf með svo litla hópa bæði fullorðna og börn að það mega bara allir gera á sínum hraða, það er ekkert svona það þurfi ekkert allir að fylgjast að til þess að komast á næsta level eða eitthvað þannig, ég næ að mæta bara öllum þess að þeir eru og þannig að allir geta fengið eitthvað út úr námskeiðinu á hvernig hraða sem þeir vinna eða hvernig þeir að taka upplýsingar, þú veist sum eru bara er ekki að skilja og tekur að lengri tíma að skilja bara hvað snýr upp og niður og fram og aftur og allt þetta ef það gerir eitthvað í fyrsta skipti og það finnst mér bara allt í lagi, það er bara partur af þessu, það er bara nákvæmlega maður, þú veist, þegar maður sjálf var að læra eins og ég hef reynt 4 sinnum ítalska affellingu ég get þetta ekki þetta er alveg verið flókið, sko að því svo er svo, þú veist, hvernig við lærum sumir læra, geta alveg lært bara í gegnum YouTube og finnst það bara ekkert mál sumir bara geta það alls ekki sumir flett í bókum þú veist, lesa uppskriftir eða lesa sér til finnst það rosalega hjálplegt og það gagnast öðrum ekki neitt, þú veist svo eru aðrir sem einmitt, þú veist vilja koma á námskeið, bara vilja láta sýna sér hvernig að gera þetta og fá að pröfa bara sjálf með einhvern bara við hliðin á sér, þú veist nákvæmlega. Þannig að mér finnst þessar svona 3 leiðir allavega, þú veist, hvernig við tökum inn og svo getur það bara tekið svo mislangan tíma. Svo getur kannski fara á YouTube eftir að hafa komið á námskeið til mín. Já. Eins og með makramið, þú veist, og þá ertu komið einhvern grunn og þá getur þú fara að byggja því en kannski fyrir suma bara að byrja alveg á nulli er bara erfitt að byrja á YouTube heim í stofu, einmitt já, algjörlega ég held að 100% maður að pröfa eitthvað svona alveg nýtt eitthvað einmitt eins og makrami eða jafnvel líka bara þeir sem er að hekla ég á rosalega erfitt með það ég til dæmis í COVID þá ætlaði ég að byrja að læra að hekla af því ég kann að hekla
kanta á því að gera lópapeysur Já. rennilásin, Einmitt. that's it og ég ætlaði að læra á YouTube sko, það gekk ekki vel, ég gafst upp bara Einmitt. mjög fljótlega, en ég held að ef það ykkur hjá manni Já, getur svona sýnt manni að þá já, svo er kannski- þetta yfirleitt rosa lár þröskuldur þegar maður heldur þetta sé mjög já, stór brekka, þú veist, að læra eitthvað nýtt og bara, þetta er lúka svo flókið og eitthvað svona, en svo kannski ymmið þegar þú kemur á eins og ég er með heklanámskeið fyrir byrjendur sem er 2 tímar, bara 1 skipti og þú veist, það fara allir heklandi heim eða Einmitt, skilurðu, já. sumir er að halda þetta sé alveg bara 10 skipti og þú þurfir eitthvað ægilega mikið, en það þarf ekki meira en það og hérna, líka kannski ertu þá að kenna að læra sérst eins og lesa í uppskrifti hvað þessi líkja heitir Já, og- það Já, fá einmitt. allir svona blað að því ymmið, þú veist, þannig að þú hefur þetta á blaði hvað lykkjan heitir og líka svona og þá skriflegar lýsingar á hverju lykki fyrir sig og svo förum við náttúrulega í það saman bara í mómentinu á námskeiðinu og allir, þú veist, gera pröfustykki og svo sendi ég þeim daginn eftir, þú veist, svona hérna kennslumyndband fyrir svona kannski svona next level verkefni sem við náum ekki að gera, þú veist, á byrjandanámskeiðinu en þá eru þau komið með grunn til að gera það já, þannig að það er svona þessi 3 þrep einhvern veginn sem ég finnst og þá getur alltaf kíkt á blaðið bara býtu hvað var þetta eftir þú ert kannski ekki að lesa blaðið á námskeiðinu þá ertu Nei. bara að gera og fá tilfinningarna í hendurnar fá svolítið svona líkamann til að læra þetta að því Já. svo bara næstu þú tekur þetta upp þá bara já, þá muna hendurna bara eitthvað, það er svo magnað, það er svo magnað það er alveg og það, ég fæ svo marga á makrami nýtinganámskeiðin sem að svona eldri, eða þú veist, svona aldurshópur kvenna kannski 55 ára til, þú veist, og upp úr sem kannski lærðu að nýta í grunnskóla já, og það var kent á einhverjum tímpunkti, þú veist, það var ekki kent þegar ég byrjaði í grunnskóla 86, byrjaði ég í 6 ára bekk og en eitthvað á undan því að þá hérna var þetta kent, en þær eru búin að gleyma öllu og eru að koma eitthvað svona til að rifja upp og svo bara byrja þær og bara puttarnir bara Kemur taka við og þær eru bara, herðu, þarna var þetta vá hvað það er fyndið já, eftir það svo er- mörg ár já vá, og gera kannski ekki eins og ég var að kenna hópnum, þú veist, þá er ég kannski með sýnikenslu og kenni hvernig, þú veist, maður gerir svona fyrst svona og svo svona eitthvað og einhver sem er alveg á nulli bara gerir eins og ég var að gera en kannski einhver sem er með einhvern grunn og puttarnir kunna eitthvað annað já, Þú veist, það er alltaf alls konar aðferði við að gera allt þó við séum að gera það sama einhvern veginn milljón aðferðir já, og þá bara fara bara puttarnir á stað og gera Einmitt. bara eitthvað það Það er er svo ótrúlega gaman að sjá það og ég bara eitthvað fagna því sko mér finnst það, ég mani mitt ég er nefnilega að byrja að læra í bara grunnskóla og var að prjóna svolítið mikið hvað ég man reyndar ekki alveg því ég held að maður byrjaði svona að hekla og prjóna í kannski fyrsta, öðrum, þriðja, fjórða og svo hætti maður og þá var maður meira kannski að sauma við vorum í svona bútasaum og okkur þannig já, og þá okkur neginn var ég ekki mikið að prjóna og svo man ég, þá fóru svona nokkur ár sem ég gerði ekki neitt og svo bara þegar ég byrjaði þá ég þurfti ekki einu sinni að hugsa nei, Þú veist, ég man mómenti sem ég settist niður bara hvernig flytja maður aftur upp á og svo Akkurat. bara kom það já að það var svo magnað einhvern veginn þetta er bara svo að keyra bíl eða, já, þú veist, nákvæmlega eða hjóla eða eitthvað eins og við Einmitt. tala um. það er svo, og maður heyrir líka fólk sem er kannski með Alzheimer eða er kannski eitthvað svo les ef þú réttir því prófana eða jafnvel setur það fyrir fram ef það var að spila hljóðfæri þá er þetta bara einhvern veginn í vöðvaminni já, það finnst mér alveg það er ótrúlegt sko. það er ótrúlegt einmitt eitthvað sem þú ert kannski ekki búin að gera í mörg ár Einmitt. en pældi hvað einhvern veginn einmitt eins og við vorum að tala í síðast þetta hvað einhvern veginn og þó sem að sé að læra eitthvað nýtt og það getur verið svona frústrerandi eða þreytandi þá er það samt svo einhvern veginn róandi þegar þú ert inn í þessu að gera þetta já, og finnst þér ekki, eru margir sem eru kannski pirraðir, þú veist, á nýja byrjandanámskeiðum nei þú veist, jú kannski, þú veist, og er alveg bara ég er ekki að ná þessu og þú veist, finnst þetta eitthvað svona en ég næ einhvern veginn
þú veist, þá bara bökkum við og bara, heyrðu, þú veist, við erum ekkert að flýta okkur, bara eitt skref í einu, þú veist, bara að því þetta er og þú veist, puttarnir eru líka, þú veist, fólk, náttúrulega ef þetta er kannski mest konur sem eru komnar yfir eitthvað nákvæðin aldur, þú veist, þeir eru svona styrrar í puttunum eða, þú veist, getur verið alls konar svona einhver titringur eða eitthvað svona. Já. En mér finnst bara alltaf skipta máli að vera með eitthvað svona róandi umhverfi og ég er bara sultuslögg og er bara, þú veist, við hefum nógan tíma, ekkert að stressa, bara gerir svona, þú veist, þetta skref, eitthvað svona og yfirleitt bara róast fólk og svo tekur líka hópurinn alltaf daldið utanum þó að ég sé með kannski 6-7 einstaklinga sem þekkjast ekkert og kannski 2 þekkjast, þú veist, 2 koma saman og restin þekkst ekki neitt að þá verður einhver svona það verður strax einhver svona tengsl. Ég líka legg alltaf áherslu á það að þú veist fara hringin og allir segja nöfnin og við leggjum inn einhverju smá svona eða þú veist ég bið svona allir segja svona smá handavinnu þeirri handavinnu tengingu eða hvaða svona tengingu þau hafi handavinnu eða sköpun ef einhverja veist, og allir hafa eitthvað þó að sé ekki nema þá bara baka, elda, mála, teikna, þú veist, lita í litabækur og svo náttúrulega prjóna veist, og öll handavinnan og og sumir eru að tálka og leira og eitthvað, allt þetta og þá er strax svona þekkjumst við smá bara því að fara einn nafnahring og segja svona smá eitthvað, það er alltaf einhver ég tengi þú veist alltaf einhver svona sameiginleg upplifun í hópnum og þegar einhver er kannski að lendi í svona einhverju frustrasjón, það er eitthvað svona eins og þetta er eitthvað svona óáþreifanlegt og ekki hægt beint að útskýra þetta en það verður einhver svona stuðningur til það fara allir svona eitthvað þetta kemur og þú veist eitthvað svona, ég veit ekki, ég get ekki útskýrt þetta beint með orðum en svona þannig að þú veist, það sjá allir ef einhver er að ströggla og það verður eitthvað svona það er eitthvað svona tekið utan það einhvern veginn ég get alveg ímyndað mig að ég hef alveg verið í svona sjálf og einmitt, veit hvað það tala fólk svona, þetta er bara svona og það er einhvern veginn finnst mér svona fegurinn við það að fara út úr húsi á námskeið og bara þú veist, vera þó maður sé þreyttur og nenni ekki aftur af stað eftir vinnu eða eitthvað, eftir kvöldmat eða eitthvað svona að hafa sér stað að því þú veist, allir eru svo glaðir þegar þeir fara heim, það er allir bara oh my god, þú veist, bara svona takk fyrir samveruna, alveg bara svona þú veist, eins og maður sé bara svona langi að fá númerin í öllum og bara hvenær hittist við næst eða þú veist, og margir einmitt spyrja bara hvort það sé þú veist, einhverju hittingar og eitthvað svona þannig að ég núna á nýja staðinum að því ég var að flytja með flóðfjöru til hamingju með það takk fyrir það komið skeifuna einmitt, að þá þú veist, er ég að ég er bara búin að vera í mánuð núna þannig að ég er svona að hugsa alls konar, þú veist, hvort það væri ekki gaman að vera með bjóð upp á einhver svona samveru þannig að væri hægt að koma á einhverjum tímum og þú veist jafnvel fá einhverja leiðsögn eða leiðbeiningu, þú veist, með það sem þú ert að gera og eitthvað svona það er örugglega því ég held að það sérstaklega þegar maður er að byrja þetta getur verið svona erfitt bæði, maður miklar oft fyrir þessu hlutina og svo einmitt eins og segir, það er oft bara gott að hafa einhvern við hliðin á sér sem er að segja akkurat það getur oft hjálpað manni einhvern veginn að komast á stað algjörlega þannig að svo er það líka sko, finnst þér margir vera að mæta einir? Já, mjög Mér finnst það gaman að heyra að það oft svona kannski stoppar marga einmitt að því maður er alltaf stutt til að gera ekki það sem okkur langar að gera og sko mín tilfinning er bara konur eru bara ógeðslega duglegar að rækta sig og þú veist, þær eru að koma það komast, ef það koma kallmenn þá koma þær með yfirleitt maka sínum og það hefur gerst örsjaldan, þú veist, ég held 5 sinnum á öllum námskeiðum sem ég haldið
og en konur bara og þú veist, sumar eru komnar, þú veist, það er allur aldur, alveg bara margar sumar að koma með úlings dætur sínar og sumar eru bara, þú veist, kringum 20, þú veist, svo bara alveg upp úr og bara, þú veist, sumar komnar á eftirlaun og langar að, þú veist, eru meðvitaður að þær þurfa að vera að virkja, þú veist, heilan og virkja, þú veist, hugsunina og og ég veit ekki, hafa kannski farað okkur námskeið þar sem við verðum að tala þetta að þú þurfir að vera dálítið svona að halda þér í virkni og eru þá að sækja í þetta, þú veist, og það að læra taka nýja þekkingu, vera að læra eitthvað nýtt, kenna líkamanum eitthvað nýtt frá öllum aldurskeiðum, þú veist, það er svo mikilvægt. Já. Og mér finnst það bara, þú veist, ég veit ekki, þetta er kannski einhverja alhæfingar, en þú veist, bara konur er svo duglegar að vera í kór, að vera í, þú veist, fara út Já. og gera eitthvað, hittast og ég bara eitthvað svona fagnaði svo mikið, ég vildi að kallar væri duglegri við þetta, en kannski eru þeir það, kannski eru þeir bara annar staðar og öðrum námskeiðum, bara ekki hjá mér, Já. þú veist, það getur vel verið, ég ætla ekki að alhæfa það, en mér finnst, ég dáist alveg að því og ég þetta er alveg svona fyrirmyndir fyrir mig, þessar sem eru svona eldri að koma og virkja sig og bara hjá mig bara alltaf og segja bara, þú veist, eins og með makramið og að því núna haldi þessi hekl og prjón fyrir byrjendur og það kom mér svo að því ég held bara einhvern veginn allir kynna prjóna Já. en það bara er alls ekki þannig og margar sem bara eru bara eitthvað, herðu, mér langar að vera með, þú veist, það er bara allir að prjóna í vinnunni og þú veist, mér langar líka og það er að aukast mikið að fólk er að segja, þú veist, þau vilji læra einhverja handavinnu til að vera með eitthvað í höndunum annað en síman þegar þau eru að horfa á sjónvarpið. Já, er það ekki? Þannig að þú veist, maður er svona, ég vil ekki vera með 2 skjáisast í gangi, heldur bara 1 og vera með það með einhverja handavinnu. Eða þú veist, að því þannig er bara nútíminn okkar, þú veist, við erum bara að horfa á sjónvarpið og með síman í höndunum. Já. Og bara eldri kynslóðin líka, sko, mjög mikið, bara, þetta er bara, þú veist, 2 kynslóður fyrir ofan mig, þú veist, sem er að segja þetta. Já, hældi því. Já. Það er rosalegt. Og þannig að þetta er bara, það er bara engin, þú veist, það er engin takmörk á þessu, þú veist, hvað fólk er til í að læra nýtt og bara, já, sem ég finnst svo skemmtilegt, sem er akkurat bara svona sem ég vildi að Flóð og fjara væri, bara eitthvað svona. Það er svo lýsandi nafn hjá þér, Flóð og fjara. Já. Þetta er bara svona, að því þú ert líka, eins og þú veist með jólaskreitinganámskeið, þú ert með svona variety. Já, fjölbreytt. Þú ert með svo fjölbreytt námskeið, mér finnst það svo gaman að sjá. Og það er alveg, fólk er að koma á námskeiðin. Já. Mér finnst það líka, að því þið eru nú alveg nokkrar sem eru að halda svona handavinnu námskeið og mér er svo ógeðslega gaman að sjá hvað það er alltaf bara full bókað í námskeiðin hjá okkur, þannig að það er fólk sem hefur mikinn áhuga á þessu. Heldur betur. Mér finnst það svo, þú veist, það er bara að maður svona átti sig á hvað það er geðveikt á litla Íslandi, að það sé svo mikið úrval af þessum námskeiðum. Og líka, þú veist, sem að mér hefur fundist einmitt svona, þú veist, sem ég er eiginlega stoltust af meðal annars, þú veist, það er að það eru margir að koma á aftur. Já. Sest, á námskeið til mín, bara eru kannski búin að koma á makrami vegghengi, koma á makrami plöntuhengi eða töskuhekl eða körfuhekl, þú veist, bara þræða sig bara í gegnum námskeiðin. Einmitt. Og margir tala bara eitthvað, það er bara svo gott að vera hérna og þú veist, mér bara líður svo vel, veist, og eru kannski samt alltaf með nýjum hóp. Já. En bara finnst, þú veist, svo gott að fara út úr húsi og vera að vinna handavinnu með öðrum og læra eitthvað nýtt. Þannig að þá er ég, og líka með krakkana, þegar þú veist, það eru eiginlega, núna held ég eiginlega aldrei krakkanámskeið á þess að sé einhver sem hefur verið áður. Já, ok. Að því ég er búin að vera með þetta núna síðan 2023. Já. Páskana byrjaði ég með krakkanámskeiðin og þannig að það er alltaf einhver sem hefur verið áður. Og það finnst mér, já, það er bara svona stærsta bara rósið að bara krakki vilji koma aftur að þeim líður svo vel.
En ég get alveg ímyndað mér að fólk líði vel hjá þér. Einmitt að þú ert með svo mikla svona, það er svona úsar frá þér, svona hlý og góð orka. Ég get alveg ímyndað mér að ef maður er svona að læra eitthvað nýtt að þá er þú bara fullkomin til að vera að kenna mann eitthvað sem getur verið flókið. Einmitt. Ég veit ekki, ég bara einhvern veginn er búin að vinna við þetta náttúrulega svo mjög lengi, síðan bara ég var rétt skriðin yfir 20, þú veist, þá byrjaði ég bara að vinna með börnum og ungmennum, þú veist, hjá ITR. Já. Og já, þannig að ég er bara búin að þróa þetta, þú veist, svona þolinmæði, umburðarlyndi og bara taka öllum eins og þau eru og þú veist, reyna að virkja, þú veist, hvað hefur þú áhuga á, þú veist, í gegnum svona, þetta svona tómstundastarf, svona vettvangi frítímans og sem er ekki, þú veist, skólastarfið heldur, allt sem er, þú veist, gerist eftir skóla og þá þarf maður að vera að finna, þú veist, alltaf, þú veist, hvað það er að draga fram einhvern veginn hverju þú hefur áhuga á og þú veist, hlusta og gefa athygli. Já. Og þannig að ég er bara búin að þjálfa þetta upp, þú veist, frá því að, já, eins og ég segi, frá því ég bara byrjaði á vinnumarkaði og bara... Svona, já, það kemur oft með, veist, all störf, einhvern veginn hjálpa mann svo... 100%. Fyndið að hjálpa mann svo kannski í ykkur sem þú áttur ekki von á. Já. Þú sástu fyrir þér þegar þú varst svona að byrja með hennan Instagram að það myndi enda, svo, eða þú veist, hefur þú trúað því? Sko... Já, ég var alltaf með einhverju svona sýn og ég er ennþá með sko stærri sýn og svona ég sé fyrir mér ennþá húsnæðið og umhverfið sem ég langar að fara, þú veist, og ég er ekki ennþá komin þangað. Nei. Og ég var rosalega svona, fólk í kringum mig eins og þegar ég tók þú veist að því ég var fyrst bara heima og byrjaði með Instagramið og bara svona nýta heima og gera þetta allt saman og svo byrjaði ég svona aðeins að vekja athygli á eitthvað sem væri til sölu eða væri þetta að panta og þú veist þá svona vatt svona alltaf bara svona róli upp á sig. Svo fékk ég vinnustofu sem var bara svona í sameiginlegu rými með myndlistamönnum, þú veist þannig að var eiginlega enginn að gera sama og ég opið rými og svona, en það hendaði mér bara vel á þeim tíma og var mjög ódýrt og svo sá ég Rauðarastíginn til leigu þar sem ég svona var fyrsta húsnæði mitt og var mjög stórt og dýrt og ég og fólki í kringum mig, þú veist, fólkið mitt var bara eitthvað, ertu viss bara hver er að fara að koma og ég bara eitthvað, fólkið mun koma eða þú veist, ég var bara ógeðslega viss í minni sök að það að halda námskeið væri að fara að trekkja að. Ég bara einhvern veginn fann það inn í mér, bara ég vissi bara að, og þá var ég ekkert byrjuð að halda prjón eða hekl, það var bara makrami. Já. Og og já, ég var bara eitthvað, ég stundum lítið tilbaka og er bara eitthvað, hvaðan kom þetta? Því ég hef ekki alltaf verið eitthvað svona, og er, úst, með mikla sjálfsmynd eða hátt sjálfsmat eða eitthvað svona, bara alls ekki og hef aldrei verið í eigin rekstri fyrir núna og alltaf verið bara eitthvað, aldrei mega að vera verktaki eða fundist það alltaf flókið, helst bara vilja vinna eitthvað staðar og fá bara launin mín, bara þurfi ekki neitt að spá í þessu. En þarna bara að því já, það varð náttúrulega svona vending í lífi mínu þannig að sumar 2020 sem að eiginlega bara breytti öllu. Já. Þannig að ég datt úr stiga. Datt úr stiga? Já, ég datt úr stiga. Ég var sérst bara að vinna sem launamaður, ég var að vinna í Amnesty International, sjáum einmitt ungliða hreyfinguna þar og búin að vera í nokkur ár og þetta var í COVID, þetta var þarna sumarið eftir að búið að vera ógeðslega mikið lokað og allir heima og í mars, apríl og mæ 2020. Svo í júní var allt svona frekar opið og ég fór út í Flatey og Breiðafirði þar sem ég hef oft verið og var að vinna á hótelinu þar alveg í mörg sumur en fór bara í heimsókn og var að hjálpa vinkonu minni þar í eyjunni sem á hús og var að mála húsið sitt og ég fór upp í stiga þennan örlagaríka dag og var mjög hátt upp í stiganum, svona 4 metra upp og
fyrir utan húsið og stíginn rann, hann var í grasi og hann bara rann niður og ég bara strauk bara vegginn og var með hægri höndina bara mjög svona hátt upp í loft, var eitthvað að teygja mig og reyna að ná eitthvað svona í þakinu og axlabrotnaði. Ég hélt sko bara hendin hefði farið af þegar ég var lent og hérna hún alltaf bara öskraði og þú veist alltaf heyrðist alla eyju bara allir bara koma og vinur minn var þarna með mér að hérna vinna í þessu og hann kom bara hlaupandi og ég bara hendin og hann eitthvað svona hvor af því þá hafði ég svona reist mig upp. Já, ok. Vist, ég var bara svona 4 fótum og bara reisti mig við. Þannig að hann sá ekkert hvað, veist, hann bara, ég hélt bara að vera blóð og bara hendin var bara dottin á og þetta væri bara eitthvað. En það sást ekki neitt. En veist, að því þetta náttúrulega gerist bara inni. Einmitt. Og hérna, já, og þá, þetta var bara risadæmi og bara mölbrotnaði allt í hægri öxlinni. Og ég er búin að fara í alveg 3 aðgerðir og komið svona gervilið í öxlina og hérna þú veist, þetta verður bara svona eitthvað eilífðarverkefni. Já. Og ég er ekki með, þú veist, fulla hreyfigetu, þú veist, í öxlinni, ég get lyft svona upp í svona 80 gráður, þú veist, handleggnum hægri. Og það sem gerðist í rauninni eftir þetta, bara, þú veist, þegar ég var komin heim á spítalanum, þess að ég var í einhverja viku og fór í aðgerð og þetta var alveg bara eitthvað atriði. Ég vissi bara strax ég var að fara að gera eitthvað annað. Ég vissi einhvern veginn strax inn í mér og ég sagði það við bestu vinkonu mína og var ég bara eitthvað, ég held ég sé bara, ég er að fara að gera mitt eigið. Og það bara var þetta bara einhvern veginn komið. Bara ég var að fara, ég vissi samt ekki nákvæmlega hvað. Ég hafði sko ekki prjónað, ég hafði aldrei prjónað peysu á þessum tímapunkti í lífinu. Bara aldrei, ég held að prjóna peysu væri eitthvað ógulega flókið. Ég hafa prjónað ógeðslega mikil af vettlingum og sokkum og því ég held að það væri auðveldara. Einmitt, það er svo alls ekki svoleiðis. Svo frétti ég það bara eftir á að hérna, það væri rauninni flóknara verkefni. Og hérna, já, þá bara hófst þessi svona inn í mér, bara breyttist eitthvað og ég var bara eitthvað, eins og þú veist að segja, bara lífið úr stutt. Ég ætla að gera eitthvað bara fyrir mig. Ég er bara hætt að því ég hafði líka gengið gegnum burnout, þú veist, 3 árum áður og mér fannst ég bara ekki hafa náð mér eftir það. Þannig að í þessu veikindaleyfi og í rauninni endurhæfingu eftir allt þetta sem tók alveg 2 ár að þá, að því þurfti að fara alltaf í fleiri aðgerðir og eitthvað, að þá náði ég og COVID var á sama tíma sem var svona lán í óláni að þú veist, mér fannst það ógeðslega næs að það voru allir bara heima voru ekki að gera neitt og ég var bara eitthvað var bara í minni búblu og hérna já, þá bara svona náði ég þessari hvíld sem ég hefði þurft á það 3 árum áður en náði ekki að slaka almennilega á, þú veist, þá var sjálfsmyndin svo mikið svona drífa sig að klára þetta og þú veist, hver er ég án þess að vera vinnu sjálfið mitt, þú veist og þarna var ég bara, nú ætlum ég bara að búa til, þú veist, að því var alltaf svona eitthvað, ITR-hera, Hótel Flatey-hera, Amnesty-hera, eða þú veist, alltaf svona vinnustæðurinn var svona tengdur við eitthvað sjálfsmyndina mína, eða hver ég var og hversu dugleg ég var og sniðug og þannig að þarna var ég bara eitthvað ok, þannig er ég bara greinilega, ég er ógeðslega með það full í vinnu og þetta morfast bara eitthvað svona inn í mig hvað ég vinn við þá ætlum ég líka bara að ákveða sjálf hvað ég vinn við og þú veist, ger bara það sem ég finnst skemmtilegt. Einmitt. Og er allt skemmtilegt við ekki að setja í fyrirtæki? Sko, góð spurning, mjög góð spurning, auðvitað ekki og þú veist, allt eins og að gera vaskskýrslu eða allt svona sem tengist bókhaldi eða skatti, launum, finnst mér náttúrulega bara ógeðslega erfitt en ég er búin að læra samt rosalega mikið bara því að stíga inn í þetta og bara svona reyna að skilja og fá bara aðstoð frá mínum bókara og sem er mjög þolinmóð og ég veit ekki, það er eitthvað svona við það þegar maður er að gera svona sitt eigið
að þá hefur maður bara meiri þolinmæði, eða þú veist, ég veit ekki, ef ég ætti að gera vaskskýrslu sem eitthvað svona verkefni í einhverju vinnu, þá væri ég bara búin að hætta, af því Já, þetta er bara mér- hræðilegt, þetta er leiðilegt verkefni. Nákvæmlega. En að því ég veit þetta er fyrir mig og minn rekstur og þú veist, og eins og áður en ég fór út í rauninni almennilega stofna fyrirtækið, þú veist, Flóð og Fjara og allt þetta, að þá var ég bara, ég ætla aldrei að vinna meir en 70% vinnu og bara, þú veist, ég ætla bara að halda mig og ég var bara með á heilanum að þurfa alltaf að vera að leggja mig og þú veist, eftir að hafa lent í bæði kulnun og þessu slisi, var bara svona, Já, ég var svo hrædd alltaf að orkan mér myndi klárast og það Mhm. er svo vond tilfinning Já. að vera bara í rauninni bara grenjandi að því maður á enga orku en þurfa samt að fara að gera eitthvað Einmitt. og þú veist, og vera bara alltaf að hugsa hvenær get ég lagt mig, þú veist, Já. þarf eiginlega að fara heim og leggja mig til að geta síðan farið og hitt vinkonum mínar seinna um kvöld, þú veist, þetta verður svo erfitt og Alveg rugglað. og orkan sem fer í að hafa áhyggjur af þessu Já. er líka svo mikil óþarfi. Já, og maður er bara eitthvað að keyra heim og telja mínúturnar bara, þú veist, hvað get ég, þú veist, hvað ég langan tíma til að leggja mig, eða þú veist, Einmitt. og hérna, en svo þegar maður fer út í að vinna fyrir sjálfan sig, þá náttúrulega bara fer allt þetta út gluggan og að vinna 70% vinnu er bara eitthvað svona fjarlægu draumur, Einmitt. en það, þú veist, það eru þetta allt öðruvísi, þú veist, ég stjórna tímanum mínum allt öðruvísi, þú veist, þannig að þó ég sé oft á kvöldinu helgar eitthvað að brasa í, þú veist, einhverju tengt Flóð og Fjöru, þú veist, þá er ég samt bara á mándegi að mæti ég bara 2:00, eða þú veist, eða hérna, þú veist að ég opna alltaf búðuna 2:00, þannig ég get rosalega mikið ráðið mér fyrir hádegi hvernig ég, þú veist, hvað ég geri við tíma minn fram að því. Já. Og hérna, þannig að já, þetta flæðir aðeins öðruvísi og er auðvitað áskorun kannski svona, það er kannski líka sem er svona erfiðast, að maður er svona aldrei alveg ekki í vinnunni, Nei. en ég veit það ekki, ég er samt, mér finnst ég alveg ná svona ágætlega eins og bara í jólafríinu, ég held að loka milli jól og nýjás, þá bara vefverslunin bara rúllar og ég hef lokað í júlí og þú veist, þá bara einmitt rúlla vefverslun og þá er engin námskeið og ég hef alveg náð svona að kúpla mig bara út. Já, en finnst þér ekki líka svolítið þessi vinna þegar þú ert að gera hana fyrir sjálfa, finnst þér hún ekki stundum gefa þér líka meiri orku? Jú, Já. 100%. Þannig að þú veist, ég er stundum bara að koma sjálfum mér á óvart, bara vá, að ég bara er bara alltaf í vinnunni en ég er samt ekki alltaf að leggja mig, eða þú veist, Nákvæmlega. ég er bara löngu hætt að vera með á heilanum að þurfa að vera að leggja mig, þú veist, Einmitt. það í rauninni bara hefur ekki verið eftir að ég, þú veist, byrjaði í þessu Nei. og hérna, það er bara, já, þetta koma kannski svona álaspunktar þar sem maður er alveg bara eins og núna fyrir garnivalið Já. eða þú veist, fyrir prjónagleðina eða eitthvað, þá er maður, þú veist, þá er maður líka bara að hugsa svo marga hluti, þú veist, þannig að hausinn er á svo mörgum stöðum, bara klára þetta, gera þetta, sækja þetta, biðja þennan að hjálpa mér, þú veist, þá verður þetta svona mörg, þú veist, í mörg horn að líta, Einmitt. þá verður maður kannski svolítið svona tættur og búin á því, Já. bara, Einmitt. jesús. Nákvæmlega. En já, ég nefnilega, mér finnst það líka, stundum með maður að vinna 16-18 tíma með, ég er í 100% vinnu og svo sjálf að skrifa uppskriftir. Já, En þegar maður sest hérna klukkan 10 á kvöldin og þá er maður bara svona, vá, ég er bara endurnærð. Hvernig er ég endurnærð búin að sitja fram tölvuna? Mér líður ekki þannig kannski í vinnunni. Nei, Þó svo kannski maður er að vinna eitthvað skemmtilegt verkefni, þá er maður samt kannski ekki alveg að fá ég mikið út úr því að því þetta er, þú veist, ég var að uppfæra heimasíðuna mín. Eða, þú veist, þetta er svona allt öðruvísi. algjörlega, allt öðruvísi, sko. Og líka þegar maður er í þessu svona flæði, maður kannski fær eitthvað hugmynd um eitthvað nýtt eða eitthvað. Og þú veist, þá kannski allt í einu bara, wow, ég er búin að sitja hérna í 4 tíma. Akkurat, Og bara alveg bara endurnærður eftir það. já, Það er svo gaman, sko. það er svo gaman. Og það er bara þannig hefur skapandi vinna áhrif á mann, þú veist. Já, Bara að þetta er ekki að taka frá manni, þetta er einmitt að gefa manni eitthvað. Og einmitt að vinna í heimasíðinu, þetta er allt skapandi vinna, þú veist, þetta er, þú veist, hérna, maður er að búa eitthvað til, einhvern veginn.
einmitt. Þannig að, já, mér finnst það líka óslega skemmtilegt. Já, maður svona reynir að horfa á þetta, maður náttúrulega er tæknimaður og maður er markastjóri og maður er ljósmyndari. Já, einmitt. Bara svona einn í þessu. Þú ert að reka Flóð 4.1, eða ekki? Jú, Jú. ég er bara einn í þessu. En ég fæ bara aðstoð frá fjölskyldinu þegar mikið liggur við. Já. Þú veist, eins og á Garnivalinu og prjónagleðinni þá hefur mamma verið að koma með mér og systir mín hefur líka verið að hjálpa. Og svo náttúrulega maðurinn minn, þú veist, hann er að hjálpa flytja dót og bera hluti og hann alltaf hannaði logoið, þú veist, hann er teiknari Já, er það? og myndlistamæður. Já, Ég stæði mjög flott logoði. já, við gerðum sko margar útgáfur og það voru margar miklu flóknari teikningar sem hann byrjaði á sem var mjög gaman að skoða aftur í tíman, þú veist, það var kuðungur og það voru svona fjæðrir og alls konar steinar og þú veist, sem hann var að, þú veist, pröfa og máta. Já. Og svo var þetta bara svona, var þetta svona síðasta sem hann pröfaði, bara svona, hvað með bara ein fjöður? Einmitt. Og þá voru bara, já, þú Einmitt. veist, hann búið að fara bara í þvílíka hringi, alveg í nokkra daga, þú veist, alveg eitthvað svona aðeins að melta og eitthvað. Og svo bara lendum við þarna. Og svona einfalt, það er oft Já. einfaldast að hafa þetta bara einfalt. Já. En ég skil svo vel svona mitt að vilja, maður fær svona, en þetta, Já. en þetta. Já. Það er svona, en það er líka þessi svona hugmyndavinna og sköpunar, þú veist, á bakvið þetta allt. Það er ógeðslega gaman, sko. Einmitt. Ég var með alla fjölskyldra mín að velja, sérst bara lén. Mm Heimasíðuna mína, ég var í, sko, margar vikur og oföksu þetta. Þetta er alveg, Einmitt. já, þetta ekki, og mér finnst, sko, hvað finnst þér svona, þú veist, að vinna ein? Finnst þér það erfitt? Finnst þér það gaman? Hvað finnst þér svona, kannski skemmtilegast? Af því þú ert ekkert alltaf ein, af því þú ert að fá fólk að námskeið og svona. Einmitt. Hvað myndir þú segja væri kannski bara svona skemmtilegast við allt þetta? Sko, Getur þú valið? já, sko, ég hef í rauninni frá því að eiginlega bara frá því að ég fór á hana fyrstu vinnustofuna og svo fór ég á Rauðarárstíginn og svo í Bólholtið og er núna á Faxatorgi og ég hef aldrei verið alveg ein í rýminu, eða þú veist, aldrei bara svona loka hurðinu og verið bara ein. Þú veist, á Rauðarárstígnum var ég með leigjendur, þú veist, ég leigði út 2 rými af því að það var svo stórt. Já. Þannig að ég var alltaf með einhvern með mér, það var alltaf einhver svona til að drekka kaffi með og þú veist, en allir voru bara svona að gera sitt og ég var ein í mínu fyrirtæki, þá voru, þú veist, það var ein myndlista, já, það voru nokkri mismandi leigjendur, kvikmyndagerð, myndlist, þerapía og svo var ein saumakona sem var hjá mig bara allan tíman. Og svo, þú veist, í Bólholtinu þá var ég náttúrulega inn í svona eiginlega jógastúdíói, þannig að þar var alltaf, og þú veist, Lára sem var að reka það var einhvern veginn, við vorum alltaf einhverju samtali og drekka kaffi saman. Já, ok. Og svo núna á Faxatorgi þá eru náttúrulega fullt af búðum í kring, en vinkonur mínar á textílbarnum, þær eru líka á Faxatorgi. Þannig að við erum að drekka kaffi saman. Ok, þannig þú ert aldrei alveg ein. Nei, þú veist, en að vísi, þú veist, það er smá áskorun þegar koma auðvitað dagar þar sem maður hittir engan að því hinn eru bara í sínu og þú veist. Það finnst mér stundum svolítið leiðilegt. Eins og ég fann eftir Garnivalið og ég alveg bara svona krassaði smá eftir, þetta er náttúrulega, þetta dagur er náttúrulega bara Já. Algjör rússíbani og þetta gerir svo hratt Já. að þetta er bara 1 dagur. Einmitt. Búin að vera undirbúið þetta í nokkra vikur, svo bara, þú veist, er það bara að sprengja og svo bara heim og bara krassa, svo bara vakna ég á mánudeginum og bara hvað gerðist og þá fór ég bara í spíralaði bara í eitthvað svona niðurrif og skrýtnar hugsanir sem var svo skrýtað því að það gekk svo ótrúlega vel og var svo geðveikt gaman en hausinn á manni er bara svo, það var bara eins og væri bara hvað heitir það, serotonín eða eitthvað svona sem að heldur manni jafnvægi það bara kláraðist og ég þurfti bara svona að vinna það upp aftur Einmitt. og þá einmitt hugsaði ég bara eitthvað, ég vildi ég væri með þú samstarfskonu
að því ég sá einmitt, ég var sko Instagram og þú veist allar þessar sem komu utan að landir, yfirleitt svona 2 saman eða 2 eða 3 saman Já, og ég bara, þú veist, þær voru að fara að keyra aftur norður eða hvert sem voru að fara en þá hringdi ég bara heyrði í Hrafnhildi á Textilbarnum og við fórum að drukkum kaffi já, ok, þetta er. þannig að þú veist, já, það er svona áskorun að vera ein, ég viðkenn það alveg en ég er líka samt alveg duglega að sækja mér bara félagskap og stundum finnst mér svona erfitt stundum að svona reyna að giska á hvað fólki langar þú veist, hvað námskeið ég hafa næst eða þú veist, reyndar mörg námskeið sem bara rúlla þú veist, og eru yfirleitt búið upp á í hverju mánuði en stundum mér finnst svona erfið klemma að vera í þú veist og þar kemur kannski inn að maður er bara einn og hefur einhvern svona í samtalið til að vera eitthvað svona, ættu að vera með svona námskeið, þú veist, gera svona já, að maður er svolítið svona að hugsa allt bara í svona einhverju lúppu inn í hausnum á sér Já, taka allar ákvarðanir ein Já það er alveg það er alveg áskorun En getur líka verið gaman, þá getur Já. stjórna öllu það maður er Alltaf auðvitað svona ákveðið fyrir svona stjórnsama típu, þá er alveg svona það er alveg næs að vera bara eitthvað executive bara Já. í öllu en þá ég þarf líka að framkvæma allt og fylgja því eftir og þú veist en ég er svona, ég hef alveg verið að fá inn líka einhverja þú veist, til að kenna námskeið sem kannski er eitthvað þá sem ég kann ekki þú veist og eru þá ekki sum námskeiðin eru í nafnið þú veist Flóðs og Fjöru en sumir kannski koma og bara halda námskeið fá bara nýta rýmið Já, það finnst mér líka óslega skemmtilegt að þú veist Flóð og Fjara geti líka búið upp á verið þú veist staður fyrir aðra til að halda sín námskeið já, eða að ég já, að sé svona alls konar í boði já Og þú hefur líka verið með, hvað var það garngangan nei, það var garn já, þú búin að vera hljómskála garn Já, garðaprjón Garðaprjón, Já. já, þú ert líka búin að vera með það verkefni Já, Hvað er það? það var bara sumarið 24 sá ég bara Reykjavíkurborg var að auglýsa eftir þú veist svona verkefnum svona sumarverkefnum í miðborginni og eitthvað til að gera líf í borgina og mér datt þetta bara í hug að þú veist þá var ég að vera með svona prjónahýttinga í svona görðum miðbæjarins eins og Hljómskólagarðinum styttugarðinum listasafni Einars Jónssonar í listigarðinum hvað heitir hann Hallagarðinum við Fríkirkju við 11 Já, á horninu hjá Kvennó við hliðina á Kvennó og hvað garðar Mæðragarðurinn sem er á Lækjagötunni já, það er svona nokkri garðar já, sem er alveg hægt að tylla sér og vera jafnvel með teppi og eitthvað og já, þannig að ég og fekk sem sagt úthlutað fyrir þessu og svo einmitt, þú veist, langaði mig að gera þetta aftur í síðasta sumar, 25 og þá var ég einmitt eitthvað, af því það var svolítið svona lonely að vera ein að brasa þetta og vera eitthvað svona að mæta ein og að því þetta var bara opið og ókipis, þú veist, Reykjavíkurborg var bara bjóð upp á þetta já. og þannig að það var ókipis fyrir þáttakendur þannig að þá fekk ég þessast textílbarinn til að vera með mér og þannig að við gerum þetta saman og vorum líka með þá viðburð á menningarnótt. Já, ég man ég sá það í story. Já. Þá vorum við bæði sko saman að prjóna eitthvað. Já, það buði við raun upp og það var bæði þetta að koma bara og við vorum bara með allt flæðandi í gatni og prjónum og öllu þannig að þú gast komið bara og gert eitthvað eða þú veist, við vorum í rauninni að safna í teppi þannig að vorum að allir gerðu svona litla búta líka sérst í garðaprjónshittingunum yfir sumarið og sem að á ennþá eftir að festa saman í teppi bútarnir eru bara tilbúnir og en á menningarnótt þá vorum við með það í gangi en líka þær voru sérst með vefstól
og ég var með svona makrami svona hangað upp í tré þannig að það gátt allir komið svona hnýtt eða vefað smá og svona tekið þátt í svona lifandi sköpun eða þannig. Einmitt. Og en árið áður á Garðaprjóninu þá var til svona ormur. Þá var ég með bara fullt af hringprjónum og allir prjónuðu svona smá stykki í hring, svo festi ég það allt saman og varð svona hvað kallaði ég það? Miðgarða ormurinn. Leikur á orðum. Já, mitt. Þetta er skemmtilegt verkefni. Já, þetta er... Og var ekki alveg fín mæting? Jú, og það var ennþá betri mæting núna í sumar. Því fólk myndi eftir þessu frá því árun áður. Já. Margir sem komu þá, þú veist, aftur. Og já, urðu bara alls konar skemmtileg tengsl. Að þú veist, bara... Og mjög margir að mæta einmitt eins og að segja, bara einir. Já. Og bara... ungi krakkar og líka eldri konur og bara eitthvað ógeðslega gaman. Útlendingar sem að, við vorum alltaf svona bara eitthvað að reyna að fá fólk til að koma og bara eitthvað, vil ekki setja þessi smá stund og... Ég voru kannski að labba framhjá. Já, bara eitthvað svona, vil ég koma að prjóna í nokkur umferðir og bara eitthvað svona stemming. Og það var, já, ég veit ekki hvert við verðum með það aftur í sumar, kemur ljós. Já, en þú ert líka búin að vera... Er það prjóna eða hekla svona þrýrningana fyrir prjónagleðina? Já, það var Svana Páls sem er að skipuleggja prjónagleðina. Hún var búin að hafa samband við textilbarinn og fá þær til að gera svona uppskrift eða leiðbenningar hvernig maður getur gert svona þrýrning, svona veifu. Að því prjónagleðin á 10 ára afmæli núna í júní. Já. Og svo bætti hún við, kom hún yfir til mín á Faxatorgi og bað mig að gera hekl uppskrift. Þannig að það er bæði þetta hekla og prjóna veifurnar og þær eru bara í svipaðri stærð og mega vera alls konar og bara úr alls konar gatni og afgangagatni og við erum að safna í þannig að það verði þetta skreita íþróttasalinn á Blöndós 5. til 7. júní þegar prjónagleðin verður með þessum veifum. Komið með þetta til þín og þeirra? Já. Þetta skilur sér til okkar. Já. Líka held ég þetta að senda á Svönu. Það eru allar upplýsingarnar í, það er bara ókeypis skjal sem þetta er að sækja bara á öllum heimasíðunum okkar, þú veist, Flóðafjöru og Textilbarnum og prjónagleðinni. Já. Þannig að það eru upplýsingar hvernig þetta skilur sér inn. Já. Það voru alveg nokkrar sem ég sá að voru að skila inn á Garnivalinu. Já, er það? Til prjónagleðinar, já. Þannig að það er alveg eitthvað komið í púkið. Það er skemmtilegt. Þetta er svona lítil aukaverkefni sem margir geta tekið þátt í. Algjörlega, maður er enga stund að gera svona. Fínt að nýta afgangana í þetta. Já, gera bara einhverjar 5-10 veifur og þú veist, leggja svona eitthvað mörgum í þetta. Og gaman líka að koma þá og segja, þannig eru mínir. Já, nákvæmlega. Það verður alveg svona, ég held að það verður mjög skemmtilegt. Já, mér er svo gaman að sjá hvað þú ert í svona fjölbreyttu. Að það er ekki, þú veist, oft er fólk bara að gera þetta, ég er að gera þetta. En þú ert bara að gera svo alls konar. Mér finnst það svo gaman. Og líka, þú ert að selja í Flóðafjöru. Já. Er þetta aðalega svona makrami þræðir sem þú ert að selja? Já, ég er flytja inn bómullagat frá Bobbini vörumerkinu sem er pólskt merki og þetta er bara svona frekar lítið held í fyrirtæki í Pólandi. Ég er allavega alltaf að tala bara við sama fólkið og svo séu þau bara á Instagram og eitthvað svona, en þau eru meir, þetta er alveg risasamt versmiði og svona, þau eru að framleiða þræðina og þetta er endur unnin bómull sem þýðir að þetta er bara bómullatextíl bara allstaðar að úr Evrópu sem er bara tættur niður í endurvinnslu og verður bara svona dufti, þú veist, þegar búið að tæta það niður. Þetta er svona textíltætarar sem að til dæmis
hefur ekki verið til á Íslandi og Sorpa á ekki svona, engin endurvinnslustöð á Íslandi á svona tætara. En gaman að segja frá því að Sæjun sem að leigði hjá mér á Rauðarárstígnum og hún er í hérna hóp sem heitir Fluff og þær eru semst búin að flytja inn svona textíltætara svona fyrst á Íslandi og er að vinna alls konar þróunarvinnu, þannig að ég bara hvet alla til að kíkja á Fluff á Instagram og að því að þetta er bara eitthvað svona risa, þú veist, dæmi að endurvinna textíl, þú veist, það er allir textíl á Íslandi er fluttur úr landi sem fer í, eða urðaður sem fer í endurvinnsluna og hérna, ertu að tjekka á þeim? Já, kemur bara hundavídeó. Það er bara, já, þetta er bara F-L-U-F-F Fluff. Það kemur ekki, ég sé ekkert. Það er að skrifa þetta rétt. Já, með íslenska. Fluff. Já, og hérna, og í rauninni það sem þær eru að gera, þannig er Bobbini þræðirnir framleiddir. Og hérna, þetta er ótrúlega juicy. Og já, og sem sagt, þau líka hjá Bobbini kappkosta við að nota lítið af vatni síðan þegar efniviðurinn komið til þeirra og þau síðan spinna nýja þræði úr þessu bómullar dufti eða hnoðrum bara sem þau fá og nota engin eiturefni í litina eða í framleiðsluna. Þannig að þetta er svona umhverfisvottað bómullagafn. Og þú veist, mest er náttúrulega svona þykkir þræðir einmitt til að hnýta úr. En þau eru líka með svona prjónagafn, bara venjulegt, sem að, þú veist, já, svona hendar fyrir svona prjónastærðir svona 4-6 sem ég hef verið að hekla vinkonupeysuna úr og ég reyndar líka verið að prjóna úr þessu mjög þægilegt gagn. Og svo er sérst, að því fyrst var áherslan hjá þeim og svona þetta er 10 ára gamalt fyrirtæki og ég sé það bara svona, þú veist, og í byrjun var þetta bara svona makrame, þú veist, hnýtingar og bara alls konar þetta hnýta náttúrulega bara allan fjandan. Já, alls konar, þú veist, nýtja hluti og lyklakippur og hundaólar og töskur og ég veit ekki hvað og föt líka. En svo er líka núna svona orðin aðeins meiri áhersla á að hekla úr þessu. Já. Og það hef ég svolítið verið að nýta mér og verið að búa til uppskriftir að töskum sem eru þá heklaður úr þessu þykka gatni. Þú ert að gera svona verkefni töskur. Já, þannig að það var einmitt svona samstarfsverkefni eiginlega, svona hugmynd sem að kom frá Kristjánu í Hringlandi, hún er með Hringlandi, hún er með litlu brjóstabúðina, hún býr í Hveragerði og hefur haldið prjónahátíð í Hveragerði sem heitir Flækjan. Já. Og ég hef farið á 3 og farið og kennt námskeið og síðast núna í október, þá fór ég með mömmu og vorum alla helgina, það var mjög næs. Og þannig að hún eiginlega var eitthvað svona, hei, getur þú ekki gert eitthvað svona hugmynd, eða gert svona uppskrift að tösku, þannig að þáttakendur á námskeiðinu getur svona heklað litla tösku fyrir verkefni, þú veist. Þannig að ég bara byrjaði á því og gerði einhverja prototýpur og vannaði þessari uppskrift frá sumrinu og fram á haust og sem var svo tilbúin hann í október og litla verkefnataskan var bara ógeðslega vinsæl bara núna fyrir jólin og seldist vel í hana uppskriftin og efnið og svo gerði ég sérst uppskrift að stórri núna fyrir karnevalið. Já. Þannig að núna er alveg að vera með þú veist, mörg verkefni. Já, eða peysu, þú veist, svona stór verkefni eða bara tölvu eða þú veist, sundótið eða whatever, eitthvað í þessari tösku sko, bara svona og alveg hægt að stækka hana og minkana þú veist, eftir bara hvað hendar og þær eru bara ógeðslega gerðarlegar og svona þú veist, þetta er svo þykkir þræðir þannig að hliðarnar á töskunni verða alveg, þú veist, harðir eða þannig þau standa, helst, já,
að því ég sjálf vill hafa, þú veist, ef ég að mæta eitthvað að prjóna eða þú veist, í eitthvað prjónaheitinga eitthvað, þá finnst mér svo gott að geta séð vel ofan í, Já. þú veist, eins og þetta séur henni karfa. Mhm. Þannig að þetta er bara svona, og svo bara, þannig að þetta er ekki eitthvað eins og taupóki sem er alltaf einhvern veginn að lokast og eitthvað. Svona leita í honum. Já. En svo á ég líka ótrúlega fallega hérna Project 9, hérna töskuna úr Maró Já. sem er svona leðurtaska sem er reynda líka geggja því maður opnar hana og þú veist hún svona tvöfaldast, Já. opnast alveg þannig að hún er einmitt með þennan eiginleika. Og sér onni. Já, Og yfirsýn. já, mér finnst það og líka reyndar fyrir sundótið og allt, ég vil hafa, ég er sko með alltaf allt í körfum, ég er svo algjör lúði í ræktinni, Já. ég er með svona IKEA körfu, svona, Já. að því ég vil bara, ég þóla ekki þegar svona veggirnir á töskunni svona Já, lokast, þetta stifur. já, detta svona niður. Ég nefnilega, sko, verkefnataska mín er bara krónu, svona fjölnótapokki, sko. Já, það Ég er vantar samt einmitt. sama, það er svona ákveð svona normkór útlit sem þú ert Ég að vinna með þá. Ætla á Garnival að kíkja eftir svona töskum, en þá var það held ég, því ég mætti svona rúmlega 2, þá var einn barinn búin að selja allt. Ég held að það hefði verið sá bás, að því ég sá rosa mikið á Instagram. Já, hérna mönster eitthvað, nei. Já, var það ekki? Voru það ekki þær? Sem Veit seldist upp? Ég held að það hefði selst upp hjá Já. henni bara mjög snemma. Já. Það var ekki mikið af verkefnatöskum. Nei, einmitt. Þannig að þetta er líka við handavinnuna, þú veist, Já, það er Allt er hitt. bara, já, allt hitt og svona milljón svona auka hluti Mhm, þetta var alveg, ég var alveg í tæpa 3 tíma einmitt. skoða, Þetta er náttúrulega bara, þetta er eins og eitthvað karnival. nefnilega Maður er bara, einmitt, fer annan hring og þú veist, hittir líka bara, ekki bara sölu aðilarnir, bara líka aðri gestir, þú veist, maður bara þekkir svo marga og Já. þá svo margir sem hefur komið á námskeið til mín sem komu og bara svona, já, og svo gaman bara svona hitt allt fólkið, bara, einmitt, þetta er algjör veisla. nákvæmlega en ég get líka alveg ímynda mér þetta sérstaklega maður er kannski svona einn í þessu en mamma einn var nú þarna að standa vaktina Já. hún er algjör töffari Já. mamma og hvað er flott gleru Hún er bara milljón gleru við hvert tækifæri. já, það ekki Jú. já, það er ómetanlegt að hafa svona fólk sem að Já. stendur með mann í þessu Mhm. þannig að allavega básþiðin var líka ótrúlega flottur er Já, ekki takk fyrir það. líka svona þú veist, þetta er allt svona sköpunargleði Já. varstu ekki alveg heilingi að hugsa hvernig ætlar að setja hann upp Jú, þú veist, og núna er ég búin að fara, þú veist, ég er búin að fara 2 ára prjónagleðina og einu sinni áður á Garnival og aldrei verið með, í rauninni aldrei verið með eins bás, en kannski alltaf verið að vinna með einhverjar svipapælingar, en maður þarf að vera ótrúlega svona, hérna, hvað segir maður, svona innovative, þú Já. veist, vera með svona, hérna, hugsa í lausnum og svona hvað er auðvelt að ferðast með, þú veist, að því ég ætla til dæmis ekki að panta bíl núna, þú veist, ég er bara með bílinn okkar sem er bara svona einhver jeplingur og ég er bara, hvernig kem ég, hvað er ég þá að fara að taka með, Einmitt. af því þú veist, maður þarf alveg að vera með hillur, þú veist, það þarf að vera gott aðgengi að því Já. sem þú ert að selja, þannig að það má ekki vera bara að liggja alltaf á gólfinu eða þú veist, Nei, það þarf einhvern veginn að vera, svona, þú veist, ef maður tekur eina dokku og þá hrynja hinnar yfir Nei. mann það heldur ekki nei, þannig að maður þarf að hugsa út í alls konar svona og svo líka þetta sé einhvern veginn fallegt og aðlaðandi Já. og bæði fungerandi, þú veist, og margir voru bara að vinna með, sá ég bara, voru bara með hérna ívarhillurnar úr IKEA Einmitt. að stilla þeim upp og sumið með bara svona heimasmíðað, bara eitthvað kerfi bara, og bara ótrúlega metnaður í uppsetningum og svona fjölbreytt, en jú, mér finnst það í rauninni ógeðslega skemmtilegt, svona að pæla í bara, og hugsa út fyrir kassan, bara hvað, þú veist, Já. ég var til dæmis með eina fataslá sem sást kannski ekki nógu vel, það var svona innst, þannig að þegar var mikið af fólki, ég ætla eitthvað svona að reyna að vinna með það fyrir prjónagleðina, að hérna, þú veist, þetta var bara svona fataslá og svo var ég bara með fullt af krókum sem ég, krækti og, annan krók í annan krók, þannig ég hengdi svona dokkurnar,
þú veist þannig að þetta var bara svona eins og veggfóður, bara af svona hangandi dokkum og líka því þetta er svo gróft gatn að þá er maður ekkert að skemma gatnið, þú veist, með því að hengja það á Einmitt. króka. Þetta Og var búið því að komið það ekki. Nei, þetta var svona innst, þetta sást kannski ekki nógu vel, ég var alveg með mitt svona, þarf eitthvað aðeins að laga þetta. Þetta hljómar ótrúlega töff. Já, en það var svona backdrop, þetta, ég held Mm. bara fólk tók ekki endilega eftir því en þetta gerði samt ókslega mikið, þetta var svona Já. litagleði. Af því þú varst þarna það sem voru sætin. Já, Það er kannski, já. já, þannig að var náttúrulega mjög margt svona auðlýsingaskilt út allt í þessum sal og svona margt í gangi í salnum Já, en einmitt. svona ég held Og bara samt allt þetta gatn og litirnir og Já. allt sem grípur augað, sko. Einmitt, en ég held að mér varst bara ótrúlegt sko hvernig básarnir voru flottir, þetta var bara Bara ekkert smá. allir bara set upp bara litlar verslanir bara Mhm. á einum degi. Og fyrir einn dag, mér Já. finnst það líka alveg bara svona, ó vá, öll þessi vinna. En mér finnst það svo frábært hvernig þær eru samt búin að hafa allt í huga þannig að hendi vil fyrir alla. Já, Mér finnst það alveg. En ég sá í story hjá þér núna, hvort það var í gær eða hinn, að þú varst í fyrra að flytja já, sömu helgi Já. Garnival. Að þá talar að það hefði bara flutt hillirnar já, inn á Garnival. já. Þá einmitt var ég að flytja frá Rauðrastygnum á hérna í Bólholtið og á laugardeginum og sunnudeginum var Garnivalið og einmitt, þá var ég með eitthvað flutningabíl þannig að ég gæti bara geimt dótið, þú veist, í bílnum og einmitt, ég fór ekkert inn með hillurnar, ég bara fór með þær beint þangað, Já. þannig að þetta var svona, en þú veist, guð minn góður, ég var veik bara nánast allan mars í kjölfarið af þessu, þú veist, Já. þetta var, Rosalega já, mikið. og þetta var bara ekki næs, þú veist, Nei, ég að trúi gera því svona. alveg. bæði bara stressið við að flytja og þú veist, ég er alltaf svona mjög anxious í því atriði að mér finnst ógeðslega erfitt að biðja hjálp Já. og fá fólk til að taka hérna tíma fyrir mig í deginum sínum til að koma að hjálpa mér að bera kassa og eitthvað Já. svo skrítið, en svo ég segi bara umsögulaust já ef fólk biður mig Alltaf, að koma já. og mér finnst það bara ekkert mál og ég bara, En að því ég veit kannski líka að þetta er svo Já. sérstaklega maður er að flytja kannski í heimili sitt þá er það Mhm. svona allir eitthvað, hvað ætlar að vera að eiga þetta ætlar ekki að henda þessu og maður er bara Já. eitthvað, ekki skipt ykkur af dótinu mínu erfiðast sko bara að flytja geimsluna þegar allir er bara, Já. ert að geima þetta Nákvæmlega. Ó, ég kannast við þetta. mér mitt þannig að þetta er svona Það alls er kannski konar ekki- tráma Já. Það er kannski ekki þessu komment í þegar þú ert að flytja verslunina. nei, það er allt miklu einfaldara Já. það er bara mjög basic svona. Ég samt bara, maður er eftir hérna fyrir reynslu og svona, kannski Já. er smeykum við það. Já, þetta er bara svona situr í manni, talandi svona líkamsminnið, þá bara Já. er líkaminn bara, það eru flutningar og bara, það er Það allir er að fara að dæma mig. leiðinlegt. En svo er enginn að dæma mann og þú, mamma, þetta er náttúrulega aðalega mamma sem er þá að spurja Já, já. hvort ég sé virkilega að geima þetta ennþá eitthvað Mhm. dót frúlingsárunum eða eitthvað. Einmitt. Og hérna, Pabbi mín megin. einmitt. Og maður er bara eitthvað svona, þú veist, maður er bara svona einstakt svona pyrringssamband sem maður getur átt við fóreldra sína sem er Mhm. bara ekki þannig við neitt annan að maður Nákvæmlega. getur þannig að það verður bara að vera þannig Já, já, maður er að taka því. Þannig að, jú, það hérna. En mér fannst ógsta flott, ég sá þú varst bara með lokað á mándaginn eftir Já. Garnival. já, Mér fannst það ótrúlega flott hjá þér, bara já, hvað það bara eftir allt þetta. já, að því ég er náttúrulega bara með eitt lager og ég bara flytt þú veist, allt sem tengdist þessum uppskriftum sem ég var með og þú veist, það er svo mikil vinna að mæta bara strax, bara dundra öllu upp í hillurnar aftur og bara opna, þú veist Já. og þetta, einmitt, með kvildina og að gefa sér rými og einmitt hugsa bara ég á þetta fyrirtæki og Mhm. ég er með vefverslun og þú veist, það er ekkert og ef það er 100 í hættunni hjá einhverjum sem bara alveg er að leiðin til útlanda eitthvað, þú veist, þá væri náttúrulega alltaf hægt að hringja og ég, þú veist, bý ekkert langt frá, þú veist Einmitt. þannig að ég myndi alltaf geta rettað einhverjum í neyð Einmitt. ef það væri neyð og Nákvæmlega. þannig að já, þú veist, svo er bara gegnum gangandi er bara kunnarnir líka í þessum alveg eins og allir söluaðilarnir og allir
allt þetta Instagram samfélag sem allir eru svo elskulegir og vinalegir og þá eru kúnarnir þannig líka, þú veist. Já. Það er allir bara, já, guð, þú veist, eins og kom ykkur í, þú veist, búðina núna í vikunni og þú veist, það er allir búin að vera bara, guð, já, þú veist, af því það er allt svona semi í rúst ennþá. Já. En hérna, og líka því flóð og fjara, kannski, hérna, glemt að taka fram í byrjun, þú veist, hvað flóð og fjara er, þá er hún líka, þú veist, vinnustofa, þú veist, hún er ekki bara verslun sem er bara eitthvað alltaf úslega shiny, af því hún er líka þetta námskeiðsrými og vinnustofan mín, þar sem Já. ég er að, þú veist, þróa allar mínar uppskriftir, búi til prótótýpur af því sem ég er að gera, stundum er að vinna í makrameverki, einhverju sérpöntun eða einhverju og þannig að það er líka svona vinnustofu fílingur í ákveðnum hluta rýmisins þó að þú veist, ég vilja alveg hafa verslunina aðgengilega og fallega Já. en þá er samt svona það er líf í þú veist, rýminu Já. og hérna Það er líka bara raunveruleikin Já. í handavinnunni. já, og þú veist mér finnst það sjálfur alltaf svo kósí eða bara allar handavinnubúðir þú veist sem ég fer í hérna á höfuðborgarsvæðinu, þú veist það eru sófar allstaðar Já. og starfsfólki kannski situr bara í sófanum og er að prjóna eða gera eitthvað og stendur upp og spjalla við mann þegar maður kemur Einmitt. og það er líka svo mikill partur af þessu að geta hérna aðeins kannski flett í bókum eða þú veist skoðuðskriftir eða spjallað og þú veist Það er svona notalega aðkoma já, komin í svona verslun. já Ég er alveg sammála því. og að það sé lifandi rými að það sé ekki alltaf eitthvað svona að þetta er ekki verslun með tilbúnar vörur þetta eru þú veist, þetta er efniviður í eitthvað sem þú ætlar að fara að skapa þannig að versus kannski einhver fatabúð eða eitthvað þar sem að þú veist væri bara skrítið ef það væri kannski allt í kössum eða þú veist, Nákvæmlega. en það er óslega eðlilegt í prjónabúð að koma inn og það er svona verið að hérna taka upp úr kössum og þú veist og hérna fylla á og þú veist það er svona meira eins og matvörubúð eða þannig, Já, einmitt. þú veist Já. af því þetta er efniviður en ekki þú veist eitthvað svona bara Já, tilbúið eitthvað svona skrauti, einmitt. Já. Þetta er, já, einmitt. Þetta er eitthvað sem maður er að fara að vinna með. já, Þannig að, þannig þú veist Já. prjónabúðin er náttúrulega skapandi rými þú veist og oft svo, líka, þú veist, hvar hlutinir eru í búðinni eða hvernig erum stilt upp getur gefa manni hugmyndir. Þannig einmitt, að þú ert að gera eitthvað verk, þú veist, það getur líka hjálpa fólki að sjá, heyrðu, vá, ég vissi ekki að þetta geti komið svona. akkurat Gaman að sjá líka algjörlega. ferli. já, Þannig að, og svo náttúrulega þarf maður að vera að taka upp content content creator. sem ég finnst alveg þú veist, ég reynir bara að hafa gaman af því og vera bara eitthvað þú Þú veist, var svo skemmtilega, veist það lifði bara rent free í hugan mínum hann að jóla þegar þú komst þarna jólin og ég bara elska þetta, mér fannst það svo skemmtilegt. æ, gaman að heyra ég er bara eitthvað svona þú veist, ég er ofta að hugsa bæði bara hvað finnst mér skemmtilegt að sjá, þú veist, hvernig vídeo og ég er bara, þú veist, ég tek bara hatt minn ofan fyrir öllum sem að eru í frontkameru eitthvað, hæ, ég er hérna með tilboð eða þú veist, af því þetta er svo skrítið, þetta er svo skrítið dæmi að vera að gera þetta og við erum bara öll að gera þetta og allar verslanir í bara hvaða bransa sem það er bara allir eitthvað að bladra í frontkameru og hérna vera eitthvað hæ og hérna og maður verður bara eitthvað að hafa gaman að þessu og þú veist, ég fæ bara eftir þessu spontant hugmyndir sko, þú veist, bara eitthvað, þú veist, eins og ég hérna fyrir jólin var ég með eitthvað líka hérna makrame svona og ég svona opnaði kassan og eitthvað svona ég svo var eitthvað svona þú veist, og bara eitthvað svona svo bara klippi ég þetta eitthvað saman og en svo tekur ekki, já, það er ekki eins og það tekir stuttan tíma að klippa þetta saman Nei, það tekur rosalega það tekur mjög langan tíma og miklu lengri tíma en maður gerir sér grein fyrir Já, allavega 4 svona lengri tíma Já. sem maður geti nokkuð tíma nýmyndi sér og svo er ég líka bara eitthvað svona nenni ég náttúrulega, hef ég náttúrulega engan áhuga á förðun eða hérna einhverju svona, þannig að ég er oft bara eitthvað, oh my god, ég er eins og tuska, bara eitthvað að tala og svo er ég bara eitthvað, æ, þú veist, ég lít bara svona út bara,
En mér finnst það svo ótrúlega þú ert svo innilega bara þú. Já, Ekkert svona engin fyrirleikur, heldur bara, og þú kemur svo, eða svona stundum kemur í stóri og bara, ég ætla að segja ykkur eitthvað ótrúlega skemmtilegt, en ég bara man ekki hvað það er. Já, Og bara svona, þetta er bara raunveruleikinn. Og Einmitt. þess vegna finnst mér svo gaman að fylgjast með, því mér finnst þú svo innilega svona authentic. Og bara svo Einmitt. innilega þú sjálf, og ég er alltaf bara spennt þegar ég sé með eitthvað í stóri. ég er svo gaman að heyra, ég elska að fá svona feedback og bara eitthvað svona að einhver hefur gaman að þessu. Ég hef svo gaman að, ég hlæ oft, ég er nú ekki oft sem ég hlæ upp á, Já. en oft bara svona, og líka, ég tengi svo oft við Einmitt, það sem þú ert að gera. einmitt, Og segja, og mér finnst það líka svo gaman hvað þú leifir oft, þess að þú bæði ert að spurja hvað finnst ykkur, eða segir bara, vitið það er ógeðslega ánægð með mig, ég er búin að vera að gera þetta í morgun, ég ætlaði að gera þetta en mér langaði bara að gera þetta. Mér finnst það svo gaman að fylgjast með svona, og bara svona, Einmitt. þetta er svona þó flæðandi, þú veist ekkert mann að segja að ég ætla að vera hérna að gangi, þú veist, taka til þessum heillum, en í dag fann ég bara svona, ég ætla að taka upp vídeo. Þú veist, og þá verður maður bara eitthvað svona, þú veist, ég elska sá svona. Ég veit það, að því þú veist, ég held bara að, eða þú veist, mitt líf er bara rosa mikið þannig, þú veist, Já. ég hef ekki verið greind með ADHD og ég held ég sé ekki með ADHD, en ég er samt ógeðslega svona kaotísk stundum og þú Mhm. veist, ég sé það sjálf einmitt í þessu, þá er ég bara eitthvað, herðu nú mig, þú Já. veist, ég bara þegar maður er með myndavélina svona eitthvað framan í sér, þá er ég bara eitthvað, vá, ég er bara að hugsa 1000 hluti á sama tíma og Já. byrja bara eitthvað að tala og það bara stíplast eða Og þú veist, sér það bara í story. Svo, já, bara svo eitthvað kík ég framhjá. út og einhver lappa framhjá og ég sé eitthvað og hérna, en á sama tíma, þú veist, já, þá held ég bara að, þú veist, svona er bara, erum við bara, svona Já. er hugurinn og svona er, þú veist, og það er svo, hérna, bara eitthvað gaman að setja þetta í orð og bara, hérna, það er alltaf mjög skemmtilegt að heyra að maður sé relatable, þú veist, að maður sé einhvern veginn Já. bara, að því það er líka það sem mér finnst skemmtilegast að horfa á, er eitthvað svona, einmitt, einlægt og bara svona eitthvað sem maður tengir við bara, oh my god, já, Já. Og lífið. líka, þú veist, þetta er bara lífið og líka svo oft með handavinnuna, því maður er svo oft kannski að gera eitthvað Já, og svo bara, þú veist, hvað er ég með marga leikjur eða hvað ætla ég, hvað á maður að gera næst og maður er kannski búin að lista 4 sinnum og veist, Einmitt. og einhvern veginn bara svona, þau sérstaklega maður að læra eitthvað nýtt eða prjófa Já. nýja skrift. alveg Þetta svo er bara svo það mjög- rílið sem að, eða þú veist, það eru til nokkrar útgáfur af því held ég, þú veist, það sem að mannskjan er búin að lesa sömu þessi línuna eitthvað, svona, fitja upp á svona margar leikjur, svona margar umferðir og svo svissast það, Já. þú veist, eða svona kemur í ljós þegar þú byrjar að gera handafinu og kannt ekki að telja, Einmitt. þú veist, og alls konar svona því, þú veist, þetta er bara svona sem allir tengja við, bara Allir, sko. eitthvað, hvað er málið með að bara vera talnablindur þegar maður er að lesa uppskrift, þú veist, Einmitt. Aldrei held ég myndi að nota svona mikla starffræði. einmitt. Og maður verið í skóla bara, af hverju er maður að læra? Já. Ég get ímyndir mynd eins og í munstrunum þínum, þú veist, ég hef aldrei farið út í þetta, bara vera að gera svona munstur Nei. útreikninga og einmitt með stærðirnar og þetta vex mér í augum, sko. En þetta er svo fyndið eins og með allt. Leið og þú lærir það, Mm þá er þetta ekkert mál. Já, ég sérst fann eina á Instagram sem titla sig sem Tech Editor. Ég veit ekki hvað það myndi heita eða þýða á íslensku og ég veit ekki til þess að eitthvað sé að bjóða upp á þessa þjónustu á Íslandi eða á íslensku. En ég sérst sendi henni fyrstu 8 öskriftirnar sem ég skrifaði bara í minni stærð og hún fann þá út, eða sérst hún reiknaði út allar hinnar stærðirnar fyrir mig. Og þetta var náttúrulega bara ómetanlegt til þess að hjálpa mér að taka skrefið í að gefa út fyrstu uppskriftirnar mínar, en ég áttaði mig líka mjög fljótt á því að ég gæti ekki verið að borga þessar upphæðir fyrir hverju eina uppskrift sem ég gaf út, þannig að ég þurfti bara að gjöra svo vel að finna út úr þessu sjálf og ég fann út úr þessu með því að sjá hvernig hún var að reikna þetta út fyrir mismunandi lykkjufjölda, að þetta er náttúrulega ekki allt sama starffræðin í hverju uppskrift. Þannig að já, ég endaði á því að bara finna út úr þessu sjálf. Og svo bara líka ChatGPT, besta Já. vinkona mín. Einmitt. Getur Ég er bara enda spurt- skítrætt við hana, þú er aldrei að, Ég er alveg staur lesblind og með bara bila ADHD og ég á svo erfitt með starffræðim. Þannig ég spyr hann oft bara. já, Bara og ég sérstaklega með prjónfræðstupröfuna.
Ég er skelfileg, ég er bara einu sinni gert prófum pröfu og þá er ég að taka vídeo til að sína hvernig maður á að gera það. Já. Ég nefnilega byrja alltaf bara á erminni og svo spyr ég bara ChatGPT ef ég er með svona margar lykkjur, þú veist, hvað verður þá þetta og þetta, af því ég bara kann ekki að reikna það út sjálf. Nei. Þú veist, þannig að maður þarf ekki að vera Nei. algjör séni eða ótrúlega klári í öllu. Maður þarf bara að vera búin að tilenga sér einhverja aðferð. Já, og mér finnst líka, þú ert oft í stóri að bara til dæmis peysan sem þú ert í hérna núna. Já. Og bara svona, er þetta afgangapeysa? Eða, Já. Þú veist, já, Bara eitthvað, engin uppskrift. Ég bara eitthvað, engin uppskrift. Það til dæmis, við vorum að tala um það einhverjum þætti. Einmitt, þú byrjaði bara að prjóna peysu og vissi kannski ekki alveg hvernig þú ætlar að hafa hana. Já. Ég veit ekki alveg hvort þetta sé bakið eða hvað ég ætla að hafa þetta. Einmitt, það var örugglega þessi peysa. Mér finnst það gaman að fylgjast með því að því Já. það til dæmis, ég myndi ekki geta gert það. Einmitt. Að hvað það er mismundi hvað fólki finnst Algjörlega. hljóma kannski flókið eða stórt Já. verkefni. Að því akkurat það sem þú varst að segja, er ég alveg bara, Já. bara, þetta er flókið. Og svo er ég bara, nei, sko, þetta er Já. svo einfalt. Þetta er bara stærðfræði og Já. ég mynd fæ bara svona stærðfræði. Já. Fjalla stærðfræði í stúdent og bara eitthvað alltaf aldrei aftur að reikna. Einmitt. Og en einmitt, það er nákvæmlega þetta og þetta finnst mér allavega í prjónasamfélaginu í Íslandi eða þessu handavinnusamfélagi, það er svo margir opsjónar, svo Já. margt þetta að gera. Einmitt, þar að maður þarf bara svona að finna hvað heillar þig. En mér finnst það líka mjög gaman að sjá eins og þú varst að segja áðan þegar fólk kemur til þín á námskeið að sumir vita ekkert hvað heillar mig, hvað Einmitt, fyrir mínir styrkleikar. já, Að þá er ótrúlega gaman að mæta og kannski einhver getur aðstofað með að finna já, þú veist, hvað finnst manni gaman. já, Að það er kannski ofta eitthvað svona sem grípur mig, þú veist, eins og systir minn var núna að byrja að hekla og ég er bara, hekla? Akkur fyrir ekki að prjóna? já, einmitt, Og hún bara, mér langaði bara að pröfa að hekla. Já, auðvitað er það bara frábært, það heillar hana meira. já, Og þú veist, við erum ekkert eins. nei. Hvað svona einhvern veginn heillar? Ég held einmitt að ég hef verið eina sem var með hekl, eitthvað að vinna með hekl, sko, auðvitað er náttúrulega allt gatt hekl Já. og option, en að ég hef með heklu uppskriftir á garnivalinu, Já. þú veist, og það er náttúrulega það sem ég er aðalega að vinna með út frá þessum þykku þráðum Mhm. sem er alveg 5 mm þykkir, þú veist, bara hálfur sentimeter Já. og en líka með hitt bómullegarnið, þú veist, og ég er bara reynda búin að gera eina hekl peysu uppskrift og mér langar að gera aðra að því heklið er bara eitthvað svona að koma stert inn. Já, mjög. Minnst það á TikTok, það Já. er svona sýst mín að byrja á því. Akkurat. Fannst þetta líta svona einfalt út? Já, Það kannski grípur ykkur aðra. Það er ekki Já. flókið. og veist, sko hekl er eiginlega aðeins einfaldara. Það Já. er, þú veist, eða þú veist, ok, það eru þetta að gera allt ógslaflókið Já. og þú veist, og eins og ég hef líka hekla nokkur teppi eftir tinnu hekl Já. og mósaik hekli hennar, þú veist, og það er auðvitað ekki eitthvað súper einfalt, en það er auðvitað bara, maður þarf bara að læra það og þá Já. kann maður það, þú veist. Þetta eru bara svona Og- reglur. sem Já, þarf svo er þetta bara svona reglur sem að maður bara endurtekur, þú veist, og þannig að það er hægt að gera allt, já, það er hægt að hafa mismöndi erfileikastig á öllu, en ég veit ekki, heklið Bara er, eins og finnst mér ótrúlega vinkonupeysan. aðgengilegt. Eins og vinkonupeysan, hún er hekluð Já, það ekki? hún er hekluð. Það Hún er einmitt bara svona- byrjandaverkefni, sko. Já, en hún er, mér finnst mjög margir systir mín til dæmis að hekla þannig ból sem Já. sá bara á TikTok. Já, akkurat. Þannig að það er svona fullkomi verkefni, þá ertu búin að gera heila peysu, Já, en samt svona miklu auðvildar einhvern veginn einfaldara. En þú færð þetta svona, ég klára þetta verkefni. og það er það sem þannig í rauninni, þú veist, þegar ég sjálf læriði makrami, það var í þrótaleifinu mínu hvað það heitir, kulnuninni, Já, að þrótaleifi, þetta er algjör þrótt. já, Það fyrst. en þú veist, þá, eins og ég segi, þú veist, það var 2017 og þá var ég, þú veist, ekki tilbúin að gefast upp, eða þú veist, að slaka á Já, og fór á óksla mörg námskeið, ég var að nýta tíman meðan ég var í veikindaleyfi. einmitt. Og hvað tengi við það? og og ég segi þetta ókslega oft í byrjun á námskeiðum hjá mér og það er oft einhver bara eitthvað, já ég er bara sek Já. bara eitthvað, en
en samt, en það sem ég, þú veist, í rauninni græddi var að, þú veist, að því mér langaði að gera handavinnu, ég var ekki að vinna og ég var svona eitthvað að reyna að finna út úr mínu lífi en ég hafði ekki þrek í, þú veist, flóknar uppskriftir, eitthvað sem tæki langan tíma, þú veist, þannig að maður þyrfti að vera að í nokkur kvöld eða, þú veist, nokkra vikur eða eitthvað, þannig að þá kom makramið til að stert inn að því maður getur gert, þú veist, plöntuhengi eða lítið vegghengi eða eitthvað svona lítið verkefni bara á einu kvöldi. Já. Þú veist, bara í einni setu, þú veist. Og þannig að það var það sem var svona heillaði mig mest við það í byrjun, að hvað það var svona fljótgert og maður gæti byrjað og klárað. Einmitt, Af því, klárað þú veist, það getur verið svona íþyngjandi að byrja á einhverju og þú veist vera bara, þú veist, eins og sumir, þú veist, eiga örgla flest okkar eiga eitthvað svona sögum, einhverja peysu sem svona dagar upp einhver staðar og maður getur ekki byrja á hana því maður man hreinlega ekkert hvað maður var að gera, þú veist, maður verður bara að rekja upp og byrja á nýtt, sem er eiginlega bara best í stöðinni. Já. En þú veist, en það getur alveg svona sest á mann og maður er bara svona, það er alltaf einhver póki að það sem er eitthvað svona, þessi póki og reykfallin og ógislegur eitthvað fann á mólna bara og maður meikar ekki að kíkja hann af því að það er eitthvað svona einhverja syndir en þú veist það er bara að reykja þetta upp og byrja upp á nýtt og einmitt finna sér þú veist, og bara eftir á hvaða stað maður er í lífinu þú veist, að hvað maður hefur einhvern veginn þrek til þú veist að miða sig að því og þú veist, það er svona eins og ég segi, þú veist, það er að gera litla hluti, smærri hluti, þú veist, og fá þess að svona sense of accomplishment, eða þú veist, svona maður hefur áorkað já, ég kláraði og þú veist og það þýðir alls ekki að því minna sem verkefni er því fljótar er maður að því nefnilega ekki, það getur verið mjög flókið að gera einhverja litla jólakalla já, það er bara sokka, barnasokka eða eitthvað barnasokka, það er mjög flókið já, ég bara nákvæmlega ég var að prjóna barnahúu bara núna í janúar fyrir, eða sýsti mín var eitthvað barn og ég er bara eitthvað það var bara mjög flókið já. En hún var samt garðaprjónuð þannig að ég var alltaf svona ánægð með það hún var svona prjónuð fram og tilbaka einmitt. Þetta getur verið mjög flókið sko. Já þannig að það maður einmitt, en oft líka held ég þegar maður er með svona verkefni sem maður bara svona farið að líða illa yfir og maður finnur bara svona að maður fer óþægindu tilfinningu þegar labbarinn í stofu að bara rekja upp að þetta getur verið blokkar á að maður fara og gera eitthvað annað já. Eða þá að nota það sem bara ok, ég get ekki að prjóna núna pröfa þá eitthvað annað, pröfa hekl, pröfa margamni taka það úr umferð bara setja það hún í skuffu eða hún í kassa bara taka það úr auksín einhvern veginn já. Og bara díla við það setna og byrja á nýju verkefni þú veist. Ég vil byttu makaðin eða systiðin að maður reykja þetta fyrir þig já, ef þú getur ekki sjálf nákvæmlega taka þetta úr umferð, já ég hef alveg átt svona verkefni sem ég bara þurfti að taka mig bara nokkra mánuða að pása því ég bara gat ekki þetta en maður er svona þrjóskast við það tók mig mjög langan tíma að svona sætta mig við að það reykja upp er bara partur af flæðinu, verkefninu og bara læra já þannig að það getur samt fyrir mjög erfitt allir þessu tími já en þetta snýst ekki tíman nei maður er svolítið oft fastur í því já þannig að þú veist helst eins og þið voru að tala hann daginn þú veist að ef maður er í pressuprjóni eða þú veist einhver svoleiðis þú veist að maður er kannski að gera fyrir gjöf eða eitthvað og maður er komin í einhver öngstræti að þá verður það kannski svolítið pirrandi en það getur verið mjög erfitt já og maður vill svo vel, maður vill svo oft bara jú ég skal gera þetta, ég skal hérna já og svo allt hérna bara ég hef ekki tíma í þetta ég segi alveg oft já eins og ég var núna að prjóna hérna þessar slippers hérna inniskonna já og hérna og allir í fjölskyldin bara má ég fá svona bara eitthvað og ég segi alveg bara já en þú veist ég er bara ekki með neitt tíma á því ég bara, þú veist, þeir eru bara tilbúnir einmitt þannig að ég er mjög ánað þú veist, ég er ekkit með það á okkur svona tímapressu nei og af því þú veist, það er einmitt alveg gaman að gleðja og þú veist, einhvern veginn gaman að gera fyrir aðra einmitt en svo þeir eru búið að taka gleðina úr því með því eitthvað svona pressu það er svo vont það er svo leiðilegt já, það er það en þetta er ótrúlega skemmtlegir þessi slippers já,
það er Nú, mjög... ég er búin að vera að fylgja ykkur á Instagram sem er svo að líma það á svona kork. Já, Það fannst mér líka gera hann alveg svona bara sóla. Já, það var svona ekstra level up einhvern veginn á Einmitt. þetta. Þannig að það er að gera svo margt. Ég veit það. Þetta er í hug. Það er amazing. Það er það. En hvað svona myndir þú segja að gefa þér svona mesta ástriðu bara við handavinnuna og það sem þú ert að gera? Það sem að svona ætli að sé ekki bara að þú veist, búa eitthvað til og síðan klæðast því eða þú veist, vera með töskuna eða þú veist, að því ég er svo mikið að hekla töskur og eitthvað svona, eða prjónapeysur eða það sem ég er að gera. Það er svolítið svona að nota síðan hlutin eða þú veist, nota flíkina eða þú veist, og mér finnst ótrúlega gaman að gera bara eitthvað. Ég nýt mín ótrúlega vel í því, þú veist, að þó ég hekla og prjóna mjög mikið eftir uppskriftum, að þá er ég samt svona, ég veit ekki, það er erfitt að segja. Það er eiginlega ekki hægt að segja af eða á. Bara í ykkur svona flæði? Já, þú veist, og ég yfirleitt breyti alltaf eitthvað smá, þú veist, í uppskriftum eða reyndar, já, bara leið að ég segja eitthvað, þá man ég eftir einhver bara, nei. Eins og ég prjónaði haustpeysuna frá Havari, ég var með í að pröfuprjóna í fyrsta skipti og hún er náttúrulega bara alveg eftir uppskrift og ég bara elska hana, ég er alltaf í henni og er bara svona vandræðilega mikið í henni og núna er náttúrulega því Havari ég líka á Faxatorgi og ég er alltaf bara hæ í peysunni en ég held að þeim finnst það ekki leiðilegt en þannig að þú veist þetta það er bara eitthvað við það að vera með eitthvað í höndunum. Mér finnst þetta eiginlega bara allt skemmtilegt. Mér finnst skemmtilegt að fitja upp á og byrja, mér finnst skemmtilegt að velja litina, velja gagnið, byrja síðan, vera bara í þessu og svo bara klæðast þessu eða þú veist ganga með þetta, hvað sem það er, gefa það eða hvað, þú veist það er ekkert í þessu sem mér finnst leiðilegt. Nei, einmitt, það er svo margt. Já. Það er bara allt ferli frá því að velja sér hvað ætla ég að gera. Já. Og svo velja gagn. Já. Og svo bara þegar maður er að fitja upp þá er maður alveg bara já, bara byrja nýju projekti er bara magical. Það er magical. Já. Það er bara svona og þetta er svo skemmtilegt svona ferlið allt einhvern veginn. Það er svona mismunandi og svo er maður ótrúlega ég er alltaf stressuð því að þvo. Já. Þú veist, er að fara að tegast á þessu já. Og veist, 100%. og svo þegar þú eru þurrt þá alveg bara oh my god. Einmitt. Og líka bara þú veist einmitt að máta hana og svo maður gefur líka sjá hvernig annan í. Það er líka geggjað. Það er svo, er ekstra. Það er ekstra. Ég man fyrsta þjóðatíð mín, þá voru bara svona megni af vinkonum mínum í peysum sem ég prjónaði á þær. Oh my god. Það var svo gaman, sko. Það var alveg bara, wow. Já, einmitt. I did it. Já, bara eitthvað, hún prjónaði þetta. Einmitt, það var svo gaman, sko. Þetta er, allt ferli við þetta. Já. Ég bara, finnst þér eins og nú ert þú búin að fara gegnum svona 2 veikindaleyfi? Já. Finnst þér handavinnan hafa spilað stórt já. Í þar, já. Í báðum, sko, af því að ég lærði makramið í fyrra skiptið og ég reyndar heklaði líka risastórt teppi sem ég gaf síðan mömmu og konu hennar í jólagjöf og það var alveg svona skrifaði með svona einhvern miða því það gemdi svona, þú veist, þetta var úkslega erfiðu tími og ég bara, þú veist, bara svona tilfinningarlega bara algjör úr sípanni og bara grét mikið og þú veist og eins og gerist bara mjög oft í svona veikindalöfum, í svona örmögnun að þú veist, tárin bara einhvern veginn koma fram og maður veit ekkert af hverju maður er að gráta og maður er bara eitthvað guðmungur, bara hvað er að mér en það bara þarf að gerast og líka mér er bara að losa eitthvað sem að er búin að vera að geyma og þegar bara opnast á, þú veist, þegar það opnast á eina sorg þá bara koma fleiri, bara, það má ég líka, þú veist, bara allar gömlu sorgina, maður er bara, ég ætlaði bara vera með þetta eina í gangi. Nákvæmlega. Og þannig að ég gerði þetta stóra teppi fyrir þær og gaf þeim í jólagjöf og sem gemdi svona
alls konar tilfinningar Já. og það var eitt svona mósaíkteppi frá eftir Tinnu, eða uppskrift eftir hana Tinnu Hekl. Já. Og jú, ég heklaði annað ungbarnateppi líka á þeim tíma og svo náttúrulega í seinna leifinu þá lærði ég að prjóna peysu, gerði fyrstu peysuna mína Já. og hugmyndina Flóða fjöru náttúrulega kviknaði og raungerðist bara í rauninni á þeim tíma. Einmitt. Þannig að þessi 2 veikindaleyfi, mér fannst sko að því í fyrra skiptið þá í rauninni fekk ég eitthvað svona taugalömun með þessu öllu, með grátinum og þessar svona örmögnun andlegu, að þá var líka líkamlegt, ég fekk eitthvað svona taugalömun í hægri öxlina og ég skrifa og ger allt með hægri, Já. þannig að það er svona framkvæmda höndin mín. Einmitt. Þannig að þannig að 2017 þá var ég bara, gat ég ekki lyft höndinni og gat ekki gert neitt með henni og Ekki unni í handavinnunni eða neitt. nei, þú veist, ekki fyrst Já. og það var alveg orðið þannig ég gat ekki bara klætt mig og ég var að vinna í Flatey þá það gerist allt, Flatey er svona örlega staður svona í mínu lífi. Þú fara að valla þangað næst. Þú voru að fara að valla þangað Já, ég hef þú veist, ég hitti líka mannin minn þar á Tinder reyndar. Já, ég var alltaf svona ok, byrju ég að klára hérna svona og ég fekk þessa taugalömun í hægri öxlina og svo þegar ég byrjaði í leifinu þá gekk það tilbaka, ég þurfti ekki að fara neina aðgerða neitt svoleiðis og svo náttúrulega dett ég 3 árum setna og hægri höndin aftur og hægri öxlin. Já. Þannig að mér finnst í bæði þessi skipti var svona einhvern veginn umheimurinn eitthvað að segja mér að slaka og fara í aðra átt. Já. Og veist, ég hlustaði ekki alveg þannig í fyrra skiptið, ég heyrði ekki alveg hvað var verið að segja mér að gera. Einmitt. En í seinna skiptið var ég bara ok, ég heyri. Bara, þú þarft ekki að henda mér úr stiga til að ég fatti, eða þú veist, jú, greinilega þurfti það til. Og þá, var ég bara ok, ég ætla að hlusta og ég ætla að breyta. Veist, þannig að það var þessi sterka rödd sem kom þarna sem ég var að tala áðan. Já. Og það bara verið að íta þér í þessa átt. Bara þú átt ekki að vera reyngur að vinna bara fyrir aðra, þú átt að fara að gera þetta eigið og vera að gera þetta og bara skapa og því ég held alltaf að ég mætti það ekki, ég var svona bara, ég kem ekki úr þannig fjölskyldu eða þú veist, úr þannig grunni. Já. Að þú veist, að vera eitthvað listamaður eða hönnur eða þú veist, eitthvað svona var eitthvað svona, það er skrítið. Já. En, já, þannig að maður svona mótast að því, þú veist, og bara fyrir að finna sér eitthvað heiðilega vinnu, skilur, og bara það getur að vera erfitt að stíga út úr þægindarammanum eða gera eitthvað öðruvísi, maður ekki vanur því. En síðan var ég alltaf að fá skilabúðin einhvern veginn hérðan og þaðan og að, þú veist, bara ég ætti að vera að gera eitthvað annað, bara eitthvað, akkur þú ekki gera eitthvað skapandi og ég ég kann það ekkert eitthvað, hvað ég eiginlega að gera, ég kann ekki teikna eitthvað. Einmitt. En þá var það bara þetta. Já. Og þetta er náttúrulega fyllt mér alla mína ævi, þú veist, ég valdi, þú veist, í 10. bekk að vera í saumum og reyndar prjónaði þá peysu en amma reyndar kláraði hana. Já. Og þannig ég tel hann ekki alveg með, að því breytti henni síðan í vesta því mér ermannar svo ljótar. Já, ok. Og ég saumaði útskriftadressi mitt úr menntaskóla, því ég valdi sauma, þú veist, í bæði skiptin sem það var hægt, held ég 2 síðustu árin í menntaskóla. Og þú veist, ég valdi alltaf sauma, þú veist, myndmennt, handmennt, já, það er sama, og heimilsfræði, þú veist, að elda, bara ég valdi alltaf að gera eitthvað með höndunum. Og svo bara leiðu ég að búin í menntaskóla og fór í iðnskólan á Hönnunabraut. Ok. En samt einhvern veginn... Fúst ekki, já. Nei. Það bara vinna með börnum, bara eins og mamma. Já, einmitt. Nákvæmlega. Það er einhvern veginn svo magna hvernig lífið oft ítir mann í. Já. Þú veist, maður að reyna að hlusta. Já, það er ofta erfitt, sko. Ég veit það, að því... Þú veist, svo er bara alls konar annað. Bara, maður þarf bara borg. Þú veist, bara svona praktísk atriði. Og svo ég þarf ekki að því líka okkar fyrirmyndar eru ekki, þú veist, maður hugsa hvað ég verið að gera í prjóni. Já. Ég get ekki skapa með tekið með því, en jú, það er alveg hægt. Já. Og núna þú veist, ég vissi bókstaflega bara Ístekst og Tinna. Ég vissi ekki af neinum öðrum. Ég vissi ekki að það væri til. Einmitt. Fyrir en ég opnaði Instagram og einmitt, þegar ég var í veikindaleifinu, þá fór ég svona
og ég hugsa líka ef ég hef ekki lent í þessu börnáti sem ég lendi í þá hafði ég örugglega aldrei byrjað að skrifa uppskriftina mína. Nei, Þannig ég svona reyni líka að hugsa og ég er mjög þakklátt að hafa þurft að algjörlega. ganga gegnum þetta Já, af því annars væri ég ekki hér í dag. einmitt. Þannig að svona gott að geta horta á þetta að því stundum gerast mjög erfiðir hlutir í lífinu Algjörlega. og svona reyna Það er alltaf eitthvað svona silver lining, þú veist, Já. ef maður, þú veist, og ég meina, í gegnum allt þetta, þú veist, það verða alltaf fjárhagskröggur og þú veist, ef maður lendir í veikindaleyfi eða í slysi, þú veist, það fylgir alls konar svona ótrúlega erfitt og leiðilegt með, en ef maður nær samt að sjá, bara byrju hvað aðeins að hlusta, bara Já. hvað er verið að segja mér hérna, og þú veist, einmitt, ef þú hefur allt í einu tíma til að fara að setjast niður og skrifa uppskrift og æfa sig í því og fá hjálp við það, þú veist, og það breytir lífiðinu, skiluru. Einmitt. Það hlýtur að vera eitthvað sem var átt eitthvað að sem að gera. hlusta á, nákvæmlega. Algjörlega. Og líka bara, eða þú veist, já, þarna allt í einu fekk maður tíman til að þá bara kom þetta til manns. Aldrei hefði ég einhvern veginn getið ímyndið mér að setja sniður og bara ég ætla að pröfa að gera prjóna. Sko. Nei, Það er einhvern veginn hefði aldrei bara hvarfla að mér nei, fyrir en ég fór að sjá ykkur sem er að vera að gera, bara það er fullt af íslensku konum minn að gera alls já, konar hluti í prjónunu. einmitt. Þannig að það er líka gott að hafa svona fyrirmyndir Já, sem að maður sér, ok, þetta er hægt. algjörlega, Þannig að og þú veist maður 100%. bæði að því kannski eitthvað sem er að hlusta er kannski ekki allir sem hafa áhuga að vera að gera eitthvað endilega atvinnulega séð, Nei, heldur líka bara að sjá eins og kannski þú veist, það eru örugglega margir sem eru lesblindir og eru hrættir við að lesa uppskrift og þá bara eins og ég man þegar ég sá að þú varst bara, já ég byrjaði að prjóna peysu, ég veit ekki alveg hvort þetta á að vera bakstykki eða hvort ég ætla að hafa þetta að þannig er kannski eitthvað bara svona, heyrðu já, já, ég get kannski pröfa þetta, já. að það er til svo margt. Og það eru, þú veist, ég er alveg að halda námskeið í þessu í rauninni að prjóna peysu án þess Já. að vera með uppskrift. Ég var einmitt, ég sá Og- það. Ég er búin að vera með eitt svolítið námskeið og það var geggjað og Er það það ekki? enduðu allar með peysu Já, og og þú veist bara að hugsa út fyrir kassan, bara hvernig get ég gert, þú veist, bara mína flík, þú veist, og þá er þetta bara, þú veist, bakstykki, framstykki og svo lykkjum við það bara saman og tökum upp lykkjurnar fyrir ermannar eða þá gerum ermannar alveg sér og lykkjum þær bara síðan á, eftir á, þú veist. einmitt. Og það er bara góð peysa og hverjanu peysa, skilur við. Það er Algjörlega. bara, Maður Þannig að þú bjóð veist- til sjálfur og já, og þá er maður búin að fá þetta svona, hei, ég bjóð það til, nákvæmlega. ógeðslega gaman. Það er nefnilega ógeðslega gaman og einmitt aftur, mér finnst svo ógeðslega gaman hvað þú ert með, að því þú ert líka með prón fyrir byrjendur og þú ert með svo mismunandi úrval af námskeið. Já. Það ætti allir að geta fundið eitthvað sem hendar. Ef Einmitt. maður er að byrja eða vill rifja eitthvað upp eða pröfa eitthvað nýtt. Já, Þannig að einmitt. er eitthvað námskeið núna, ný námskeið sem þú ert að fara að koma með? Sko, ég set náttúrulega alltaf inn bara, að því nú erum við að taka þetta upp í byrjun mars, Já, að þannig að í lok mars verði ég búin að setja inn fyrir apríl en það er ekki komið inn núna, já. þannig ég veit ekki alveg hvað verður. Nei, ég skildi, ok. Það er bara inn á heimasíðunni, eða ekki? Hvaða námskeið þú ert með í boði? Jú, Já, algjörlega. Þannig að þú veist, ég er yfirleitt alltaf með, þú veist, makra með vegghengi, hekl fyrir byrjendur, prjón fyrir byrjendur. Það er orðin svona grunnnámskeið sem ég er alltaf með í hverju mánuði. já, Og svo bara, þú veist, eins og núna í apríl eru páskarnir, þá náttúrulega tekur sá tími eitthvað aðeins yfir, eru reyndar vera krakkanámskeið í páskafríinu og já, þannig að svo bara rúllar eitthvað annað inn sem passar. já, Og kannski sem stundum er einhver eftirspurn eða þú veist, og svo gerist bara alls konar, stundum eru biðlistar á sum námskeið og stundum bara kemur ekki einskráning á önnur námskeið, þú veist, þannig að maður er svona bara, einmitt. og þá er það kannski bara dagsetningin sem hendar ekki, þú veist, Já. margir að skrifa bara, ég kemst ekki þarna, verður þetta aftur og þá bara færi ég, þannig að það er mjög lifandi svona námskeiðs upplýsingarnar á Dagskrá. heimasíðinu, þannig að bara ég mæli mig bara að kíkja og bara hvað er á dagskrá, þú veist, Já. það er alltaf svona mánuð fram í tíman, Einmitt. stundum aðeins lengra. Flóðufjara.is .com. .com, ok, .com. En byrju á Instagram, þar ertu bara flóðufjara. Já,
Ertu á TikTok? Ég er á TikTok, Þú ert á TikTok? heldur betur. Ok, og Facebook? Já. Alls það flóðu fyrir? Já. Ok, bara mæli með, og ef ykkur ekki fylgi héru, hún er svo skemmtileg, ég er náttúrulega bara á Instagram, Já. það er svo gaman að fylgjast með þér, sko, þannig ég mæli með, hendi follow ef þið er ekki að fylgja henni. En eitt svona sem að okkur tinni langa að hafa fastan lið, það er svona hvað ertu með á prjónunum, ertu með eitthvað svona verkefni Já, í gangi núna? heldur betur. Ég er með mörg verkefni náttúrulega. Já. Ég er með svona slippers í gangi fyrir 2 fjölskyldumeðlimi. Ég er að klára buxur sem ég byrjaði á fyrir mögulega 2 árum. Ok. Og úr Friendly Yarn bobbin í bómullegarninu. Ok. Og Er það uppskrift sem þú ætlar að vinna í? Eða? nei, þetta er uppskrift eftir hún heitir Freyjas Knit, er dönsk. Buxurnar heita Frida Pants og ég hef gert einar þannig áður. Það eru mjög skræpóttar og þessar eru bara svartar. Bara. Ok. Og svo aðalverkefnið sem ég langar að klára núna fyrir utanlandsferð sem ég er að fara í næstu viku er Telma Scarf. Þetta er eiginlega svona Telma hoodie eftir Telmu Steinmann. Já. En ég held ég ná ekki að gera hettuna áður en ég fer í þessa ferð, þannig ég ætla bara að gera trefilinn. Ok. Af því maður festir svo bara hettuna á og þetta er þetta 2-faldaprjón sem að ég fór semst á námskeið hjá Telmu, hún kom til landsins í haust og kendi þetta, þannig að maður gerir, þú veist, að þetta er trefill, þá er hann með svona 2 hliðar, þannig að maður er að vinna í munstrinu báðu megin á sama tíma. Ok. Þetta er mjög flókið. Já. Og það er ekkert að tala á meðan maður er að gera þetta. Nei. En ég get hort. Ok. Og ég þarf alveg bara að vera með reglustiku bara, þú veist, við munstrið, bara við hverja línu. Já. En mér er að takast þetta. Ok. Og þetta er rosalega skemmtilegt og rosalega fallegt. Ok. Já. Deila frá þessu þegar þú komið ekki? Já. Já, ég laka alltaf að sjá. Heldur betur. Ég er mjög spennt, sko. Já, þetta er mjög spennandi verkefni. Ég hef einmitt alltaf hugsað bara hvernig gerir fólk. En þetta aftur, það er endalst þetta að læra. Það er endalst. Mér langar sko að gera svona peysu úr svona 2-faldi prjóni. Já. Þannig að vera þetta snúinni við. Þú veist, hún geti verið, þú veist, ef það eru mikill kontrast í litunum, þú veist, eins og bara svart og hvít. Já. Þá getur hún verið bara svört með hvítu munstri öðrum megin og hvít svörtu munstri hinum megin. Það eru ógeðslega. Já. Vá, það er geðug hugmynd. Mér langar ógeðslega master þetta 2-faldaprjón og taka þetta eitthvað lengra. Já. Ég held að þú getur það alveg. Já. 100% sko. Og þetta er líka akkur svona nýtt fyrir heilan sem það þarf alltaf eitthvað svona. Þetta er mjög, þú veist, ég ætla alveg að halda mig hæga samt og klára þessa einu uppskrift sem ég kann. Af því þetta er alveg, af því maður er sérst, að gera munstrið báðu megin í hverja einustu umferð. Þannig að áhugavert. Já, kannski læra maður þetta eitthvað tímann. Já. En ég hlakka bara til að fylgjast með og sjá. Heyrðu, erum við þá ekki bara, er þetta ekki bara komið gott hjá okkur? Ég held að. Ég bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma að koma að spjalla við mig. Mín var ánægjan, sko. Bara, þetta er virkilega skemmtilegt. Já. Og alltaf svo gaman að heyra hvað aðrir eru að gera og líka hvernig varð flóð og fjara til. Já. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Hvað einhvern veginn, já, oft svona erfiðleikar í lífunni geta ítt mann samt á rétta braut. Já. Þannig að bara allt ógeðslega flott sem þú ert að gera. Bara fylgjast með.